eins og það við vilja. Jæja, komið þið sæl. Það sérstaklega því frambjóðendur. Takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma. Já, við fengum þessa frumlegu hugmynd að vanta baráttu. Fannst það er eitthvað sem er vanta í þessu baráttu. En sannarlega eitthvað sem okkur þykir vanta í þessu baráttu er að sjálfsögðu umræða háskólamál og rannsóknir. Og það er það sem við ætlum að bæta úr hér í dag. Ég heiti Hulda Þórisdóttir, er prófessor við stjórnmálafræði og teka með fundastjórn hér í dag. En þessi fundur er haldinn af félagi prófessora við Ríkisháskóla, félagi háskólakennara, félagi háskólakennara á Akureyri, Landssamtökum íslenskra stúdenta og FEDON sem er félag doktorsnema og nýdoktora við Háskóla Íslands. Og boð var send á alla stjórnmálaflokka sem bjóða fram á landsvísu og hér eru þið öll mætt og aftur kannski kærar þakkir. Og þeir eru reyndar ekki öll mætt, þannig að þess að síðustu stundu að þá þurfti Björn Þorláksson, fulltrúi Flokks fólksins, að boða forföll vegna veikinda. En hér eru mætt frá Framsókn Lilja Dögg Alfreðsdóttir. Hún þarf því miður að fara þegar svona klukkutími liðin á fundinum og þá ætlar Vala Garðarsdóttir, sá ég henni ekki þarna, viltu veifa? Já, að setjast í hennar stað. Frá Lýðræðisflokknum erum við með Arnar Þór Jónsson, frá Miðflokknum Eirík Svavarsson og frá Pírötum Björn Leví Gunnarsson, frá Samfylkingu Dag B. Eggertsson, frá Sjálfstæðisflokki Áslaugu Öldu Sigurbjörnsdóttir, ráðherra háskólamála, fram að stjórnarslitum, frá Sósíalistaflokknum Guðmund Auðunsson og frá VG Guðmund Inga Guðbrandsson og frá Viðreisn Hönnu Katrín Friðriksson. Fundurinn hefst með stuttri kynningu frá Sigrúnu Ólafsdóttur, formanni félagsprófessora, á aðstæðum í opinbera háskólanum. Og í kjölfarið hún tala kannski svona rétt innan við 10 mínútur og í kjölfarið mun ég síðan kalla á öll ykkur að setjast hér við borðið. Við höfum nú ekkert raðað þessu upp, ég treysti ykkur fullkomlega til að finna út um tíð á síðlega ná. Og sem sagt síðan þá opnum við bara fyrir spurningar. En þá opnum við bara fyrir spurningar úr sal og ég bið ykkur að sjálfsögðu, kæru spyrjendur, að vera kjarnyrtir. En ég ætti nú kannski aðeins að vera skýrari vegna þess að við erum ekki bara opnum fyrir spurningar úr sal, heldur fundinum streymt á netinu og því ég tjekkaði núna skömmaður fundurinn hófst, það voru 50 manns mætt í streymi, þannig að það er dágóður hópur þar og við leyfum þeim að komast að líka sjálfsögðu. Og það er kannski vert að taka fram, en það er ætlast til þess að spurningar hér í dag lúti bara að háskóla og rannsóknarmál. Nú er ekki tíminn til að spyrja allt hitt sem á okkur greinir. Og við ykkur að gera skýrt að hverjum spurningu er beint, þið þurfið ekki endilega að beina að öllum frambjóðendum. Og síðan auðvitað beini ég því til ykkar ágætu frambjóðendur að þið svarið svona án málalenginga. Við erum ekkert með einhverja nákvæma tímatöku hér á hvað fólk talar en höfum nú svona auga á því ef það hallar mjög á einhvern eða einhver keyrir mjög hófi fram. Ég horfa á þig, ræðukóngur Alþingis, nei, þetta var alveg djók. Þá svona förum við kannski aðeins og grípum í því. Þannig að hvert framboð þið hafið 5 mínútur til þess að kynna ykkar svör við 3 spurningum sem á ykkur voru sendar hér í aðdragandi fundarins og Sigrún Ólafsdóttir mun fara yfir. Er ég að gleyma ykkur? Er þetta ekki bara nokkuð skýrt? Þá bara gef ég Sigrún Ólafsdóttir orðið, gjör svo vel. Já, sæl veriði og takk kærlega fyrir að koma alls saman. Og nú er náttúrulega tæknin eitthvað farin að stríða okkur. Já, og sérstaklega þið frambjóðendur, bara kærar þakkir fyrir að vera með okkur hér í dag og auðvitað líka þið öll hér úr háskólasamfélaginu og frá öðrum félögum, þannig að það er bara mjög gaman að sjá okkur öll.
Það sem við erum búin að setja saman í rauninni bara svona mjög stutt kynning á þeim málefnum sem svona kannski helst brenna á okkur fyrir þessar kosningar og hafa kannski verið að brenna á okkur svolítið undanfarin ár, þannig að þetta er svona kannski að fara aðeins dýpra í sumt af því sem að þið fengu spurningarnar Mörg ykkar örugglega þekki þessar tölur þannig ég ætla að fara tiltölulega hratt yfir en það má auðvitað stoppa mig ef eitthvað óskýrt og svo getum við sjálfsögðu komið aftur með glærur upp ef að... Getum við stoppað þetta svona að fólk að koma inn og út á fundum? Já. Þetta er vantilega Teams-fundurinn að klípa á og það mjög. Teams-fundurinn Hann á ekki að vera þessari tölvu. Þetta heyrist... Hann hjá Rögnu. Það heyrist mjög vel. Já, Þetta svo þrugglandi? Já. Nei, það sé bara já, nákvæmlega ég líka. Bara er hann ekki svo að vera? Þá var myndin farin héðan vegna. Já, vel gert. Já, þannig að ég held þá bara áfram, já, þannig að þetta er bara svona mjög stuttlega að fara yfir það sem kannski helst svona brennur á okkur og við getum þó komið alltaf aftur að þessum tölum. Kannski bara það fyrsta sem að ég hugsaði kannist nú öll við náttúrulega bara það sem við sjáum sem undir fjármögnun háskólakerfisins, þannig að þetta eru sem sagt framlögin 2015 og nýjustu tölurnar sem við fengum voru 2021 og þar sjáum við auðvitað við erum verulega undir hinum Norðurlöndunum og þetta í sjálfu sér kannski markmið, ég held að ég muni frá því að ég var hér í háskólanámi að það var verið að tala að fara að ná OECD-markmiðin og markmiði Norðurlandana og við erum ennþá undir markmiði OECD. Þannig að þetta auðvitað skýrir mjög margt af því ástandi sem við kannski sjáum í opinberu háskólunum. Við förum líka og við erum náttúrulega í kjaraviðræðum núna og félag háskólakennara búið að semja en félag prófessora vísaði sinni deilu til ríkissáttasemjara og ég ætlaði bara svona að sýna ykkur í örfáum myndum af hverju við tókum þá ákvörðun. Þetta sem sagt þróun meðal heildartekna meðal við 2015 þegar við fengum síðast einhverja kjarabót og það búið að leiðrétta fyrir áhrif verðbólgu og þið sjáu hér í rauninni að þegar við byrjum 2015 öll á 100 þá eru það grunnmenntunin og í eiginlega bara allt nema mastersgráðan og doktorsgráðan sem hefur aukist, það hefur farið niður bæði fyrir þá sem eru mastersgráðu og sérstaklega þá sem eru með doktorsgráðu sem að hér appelsínugula línan. Við sjáum þetta líka í kaupmátti, það hefur dregið úr kaupmátti í okkar félagi þannig að við erum í dag með minni kaupmátt heldur en við vorum árið 2016 og ef við hefðum gengið inn í þessa kjarasamninga þá við höfum hugsað að ná sama kaupmátti 2028 og við vorum með 2016. Myndin nánast alveg eins fyrir aðra háskóla sem starfa hér í háskólunum. Þó að prófessorar dregist eitthvað aðeins að því við höfum náttúrulega ekkert fengið út á krónutöluhækkunum en þetta svona sama stóra myndin sem við sjáum. Við sjáum líka við höfum setið eftir til dæmis með framhaldsskólana þannig að þetta eru hækkanir frá 2014 þar sem við erum töluvert mikið undir og lokum ef við skoðum síðan í samanburði prófessor og aðra þannig að þarna erum við í rauninni komin með það sem við teljum sanngjarnan samanburð sem þá meðal atvinnutekjur þegar við skoðum 50 til 65 ára með doktorsgráðu þá sjáum við þar að við erum verulega undir þar sem að ég myndi svona kannski allavega lágmarki halda við ættum að vera jafn mikil þau sem að kynna hér háskólakennu sem að sinna hér háskólakennslu á landinu.
Þannig að þetta bara svona aðeins til að fara yfir þennan veruleika sem við sjáum að við stöndum frammi fyrir og eins og ég segi náttúrulega ástæðan fyrir að við erum ekki búin að semja. En síðan þetta náttúrulega ekki eins og við séum bara eitthvað fégráðugt fólk sem við fá endalaust mikið meira peningum, heldur höfum náttúrulega líka bara áhyggjur af starfsaðstæðum innan háskólana. Og Ragnar Benedikta sem var hér gerði nýlega könnun sem að skoðar aðstæður á bara ýmsu varðandi starf og það sem við erum að gera. Og þetta sem sagt könnun sem að fer fyrir öll félögin, þannig að þarna erum við með aðjúnkta, nýdoktora, lektora, dósenda og prófessora og könnunin var bara lögð inn fyrir núna í október og nóvember, þannig að við erum bara með glænýjar og heitar tölur. Og hér sjáum við líkur á könnunarröskun á meðal akademísks starfsfólks við þessa háskóla. Þeir eru öll þarna undir, sem sagt opinberu háskólarnir, HÍ, HA, Hólar og Landbúnaðarháskólinn og þið sjáum allavega tel ég þetta vera verulega sláandi tölur þegar við sjáum að það eru 40% rúmlega akademískt starfsfólk sem eru með miklar eða mjög miklar líkur á könnun og við sjáum að Klærurnar dottu út á Teams. Ég skil þetta ekki alveg, þú veist, tæknir eru alltaf að batna en samt verður allt svona alltaf flóknar. Ég held að Teams er vel að undirþjálfurnar. Við létum þetta sérstaklega gerast. Afsakið þetta, hvað segir ég? Share. Sófanesi að takk. Komið. Já, þannig að þá held ég áfram og vonum að tæknin stríða okkur ekki meira því ég vil endilega fara að komast að ykkur. En já, og þarna sjáum við sem sagt ríflega 40% akademísks fólks með mikil eða mjög mikil kunnunareinkenni, helmingur lektora sem að náttúrulega mörguleitar er kannski unga eða reyndar ekkert ungur endilega þá verður lektor á Íslandi en þeir sem eru sem sagt yngst eru með mesta kunnunina. Hvernig getum við skipt þetta og ég ætla að fara mjög hratt hér yfir nokkrar myndir. Þá til dæmis sjáum við og við náttúrulega lentum í því síendurtekið í okkar samningaviðræðum að við vinnum svo rosalega lítið og verið svona vera svolítið viðhorfið sem við mætum stundum í samfélaginu. Hér er semst hvað mikið utan hefðbundnis vinnutíma rannsóknum og það sjáum við rauðu súlurnar eru þau sem svara oft eða mjög oft og þar erum við að sjá vel yfir 50% af fólki sem vinnur helgar á kvöldin í sumarleyfi og í styttri leyfum að rannsóknum sínum og við sjáum svipað með kennsluna aðeins lægra enda er það nú kannski eðlilegt samt mjög stórt hlutfall sem til dæmis er að vinna helgar og á kvöldin líka í styttri leyfum og þetta er að hluta til þannig að miðað við bara hvernig við eigum að skila prófum þá er eiginlega bara nánast ekki mögulegt fyrir okkur að vinna ekki í þessum leyfum sem við erum með. Taka með sér tölvuna sett hún líka hér inn til að geta unnið. Þannig að það eru næstum því upp undir 80% sem að segjast gera það. Ég var að ganga Jakobsveginn núna í sumar og ég þurfti alveg að fara innra samtal við sjálfa mig að sannfæra mig að taka tölvuna ekki með í bakpokan sem ég var með á bakinu. Og var bara svona, nei, þú ert ekki að þyngja út á tölvunni, en þá var hugsunin samt bara svona, en hvað ef ég þarf nú að svara mikilvægum tölvuposti eða gera eitthvað slíkt. En hún fór ekki með, hún var eftir í Porto þessa daga. Og svo bara að lokum kemur hér spurningin sem er oft spurð, hversu erfitt eða erfitt hefur verið þig og fjölskyldu þína ef við á að ná endum saman fjárhagslega og þarna náttúrulega sérstaklega fyrir prófessorna hefði ég nú kannski búist við að við ættum að vera orðin alveg græn en það er samt upp undir 30% sem að segja að það sé sem sagt erfitt. Hjá nýdoktorunum, aðjúnktum og lektorum er það hærra hlutfall sem að við sjáum hér og þið sjáum í rauninni byrjunarlaunin þarna undir sem eru sett. Svo að lokum, ég veit að hún frá Fetum fer líka að tala aðeins meira það sem er félag doktorsnema og nýdoktora að þetta er grein sem að þær birtu þar sem að var heitið Vegið á framtíð, ungs vísindafólks á Íslandi og þar annars vegar sést hvað hefur verið skorið mikið
niður í rannsóknarsjóðina og það eitthvað sem við höfum verulegar áhyggjur af, að það sé verið að færa mikið fé frá í rauninni grunnrannsóknum sem við náttúrulega sjáum þessi undirstaða rannsóknarstarfs. Einnig það líka orðið þannig að mjög stór hluti okkar doktorsnema ekki á styrkjum til dæmis, þannig að fólk í doktorsnámi sem nú vel meira en 100% starf, en líka þá að reyna að sjá fyrir sér með öðrum hætti og þar náttúrulega líka sjáum við áhyggjur varðandi jafnrétti til náms, þið sjáum þarna árangurshlutfallið og hvernig það hefur lækkað, þannig að það bara að verða svona kannski 13–14% af þeim sem sækjum doktorsnema styrk sem að fá styrkin var yfir 20 árið 2019 og líka með nýdoktora, þannig að við höfum virkilega áhyggjur af nýliðun innan fræðasamfélagsins og við erum líka farin að sjá það til dæmis að fólk síður að koma heim ef það með stöður erlendis, þetta kjörin og umhverfið ekki eins góð hérna, fólk að leita í störf á almennamarkaðnum eða hjá öðrum stofnunum, opinberum og jafnvel heyrum við að fólk sé að íhuga að hætta starfinnan háskóla og leita sér einhverju öðru þar sem kjörin eru betri sem ég held að allavega ég hefði upplifað fyrir 5–10 árum hefði verið algjörlega óhugsandi. Þegar þú komin í þetta starf þá ertu komin í rauninni á lokapunkt þar sem þú vilt vera. Við sendum 3 spurningar til allra flokkana fyrir og núna þegar þið talið á ykkar 5 mínútum og við ætlum að vera mjög harðar á tímatöku þannig að það verður bara gert stopp. En þið megið auðvitað líka ef það eru aðrir hlutir sem brenna á ykkur, en þetta eru þær spurningar sem voru sendar á flokkana. Árið 2022 voru 2 milljarðir teknir úr rekstrarfé háskólanna og veitt í samstarfssjóð háskólanna. Markmiðið var að auka gæði háskólanna og samkeppnishæfni háskólanna og við spyrjum því hvort að því teljið að því markmiðið hafi verið náð og hefur ávinningur hlotist af því að veita heldur fé í samkeppnissjóð en beint í rekstur háskólanna. Margar undanfarnir ríkisstjórnir hafa haft að markmiði að fjármagna til háskólastigins nái meðaltali OECD-landana og til lengri tíma meðaltali Norðurlandana. Er það mikilvægt markmið og ef svo, hvernig getur Ísland náð því markmiði og að lokum hvort að háskólamenntun skapi verðmæti fyrir samfélög, ef svo, hvernig á að meta háskólamenntun til tekna og hvaða ástæður liggja að baki því að dregið hefur úr kaupmætti launa háskólamenntar upp að því marki að sumt ungt fólk telur háskólamenntun ekki lengur vera skynsamlega fjárfestingu. Þannig að þetta var bara svona aðeins til að gefa ykkur yfirlit yfir hvað það sem að brennur svona helst á okkur og þessar spurningar og eins og ég segi þá getum við sjálfsögðu komið aftur og sýnt glærurnar eða ef eitthvað var óskilt eða þarf að útskýra betur en ég held að við ættum að byrja endilega og erum mjög spennt að heyra hér frá ykkur, þannig að við erum með harða 5 mínúta tímatöku, en Hulda tekur nú yfir aftur. Kærar þakkir Sigrún fyrir þetta góða uppleggafundurum. Hefði ég kannski best að ég breyti aðeins þessu að þið bara sláist hér sætin og hafi þetta svolítið skipulegt. Ég er búin að randomisera í hvaða röð, ég notaði random function á Excel til að draga í röð sem þið munu tala og koma svolítið skemmtilega út. Þannig að fá kannski bara hérna þá næst á stólinn þar sem að tala fyrst og svo koll á kolli og það Framsókn sem byrjar en bið ykkur að koma bara öll upp núna. Síðan er það Sjálfstæðisflokkur. Þá lýðræðisflokkurinn, númer 3. Þannig að við fáum bara Lilju hér og svo Áslaugu Örnu þar hliðina á, svo Arnar Þór og miðflokkurinn því næst og þá er það VG til hliðina á miðflokki og þá Samfylkingin, já, þá Sósíalistaflokkurinn, þá Viðreisn og loks Píratar. Læsilegt, takk fyrir þetta og þarna eru sótavatn og vatnsglös og svona. Kannski láta ykkur vita að það kveikt á þessum þannig að það heyrist í ykkur eða það eitthvað hlust af hér. Þetta sé komið. Nei, ég held að við færum bara meira mig. Herðu, þá núna vil ég biðja
ykkur að koma síðan hingað upp og flytja ykkar mál í 5 mínútur og ég ætla bara að láta ykkur vita að það fjölgar enn á Teams, nú erum við komið yfir 70 manns þar, þannig að þið eru að tala við ákveðinn hóp af fólki. En Lilja, má ég bjóða þér að tala við okkur í 5 mínútur eða svo? Er það svo vel? Heil og sæl og takk kærlega fyrir boðið hingað og það alltaf einkar ánægilegt og áhugavert að heimsækja háskólasamfélagið. Ég langar að byrja á því að nefna það. Ég ætla að byrja aðeins á fjármögnunarmódelinu og líkaninu. Ég vil segja að það ákveðin vonbrigði. Ég hélt að við varum komið lengra með OECD-ið af því að þegar ég var menntamálaráðherra það voru að leggja mikla áherslu á að ná þessu OECD meðaltali og jafnvel þó að landsframleiðslan og fleira sé að vaxa svona mikið að þá að mínu mati mjög mikilvægt fyrir framsækið samfélag að við náum þessu og ég bara viðurkenni það að ég hélt að við varum komið lengra vegna þess að það voru einhverjar ákveðnar upplýsingar sem ég hafði í þeim efnum að okkur hefði nú tekist en svo væri við farin að dragast meira aftur úr. Mér finnst það bara mjög mikilvægt. Ef við ætlum að tryggja samkeppnishæfni Íslands þá verðum við að fjármagna opinberu háskólana mjög vel. Og ég bara þakka fyrir þetta aðhald sem við verðum að veita hér í dag. Til þess að það sé eftirsóknarvert að búa á Íslandi þá þurfum við að vera með mjög kraftmikið og framsækið háskólasamfélag. Ég tel að við höfum gert ýmislegt á undanförnum árum, ég ætla ekki að tíða það hér, þetta hefur bara 5 mínútur, ég fylgdi mér svona rosalega mikið en ég samt að gera það. Varðandi það að setja þessa 2 milljarða sem kollegi minn og háskólamálaráðherra gerði á sínum tíma. Það bara best að hún færi betur við það, en ég tel að þegar við erum ekki búin að ná betri árangri í að ná þessu OECD meðaltali að það hefði ég vilja sjá þetta bara beint inn í rekstur háskólana og skiptir háskólasamfélagið máli? Já, það skiptir öllu máli. Við verðum að hafa öfluga háskóla sem unga fólki okkar hefur áhuga á því að sækja og það er bara allar rannsóknir sýna okkur að samfélag sem fjárfesta í menntun og menningu þeim vegnar betur. Það er meiri hagvöxtur, það er meiri velmegun, það er jafnara samfélag og mér finnst gríðarlega mikilvægt að það sé hlúð af opinberum háskólum og eins og ég segi, ég vil bara halda áfram að gera það og tel að þetta sé afskaplega mikilvægt og ég vil bara líka þakka fyrir það samstarf sem það hefur átt við Háskóla Íslands og opinberu háskólum á sínum tíma vegna þess að við fórum í að endurskoða reiknilíkanið á sínum tíma og það kláraðist núna á þessu kjörtímabili og ég held þetta sé bara eitt af mikilvægasta sem við gerum að hafa öflugt háskólasamfélag. Takk fyrir. Jú, það flott, takk. Það ekki að kynna okkur margótt. Nei. Gaman að vera með ykkur og takk fyrir að halda þennan fund og setja menntamálun á dagskrá þessari kosningabaráttu. Ég hef verulega saknað þeirra frá umræðinni síðustu misseri og í þessari kosningabaráttu af því þau skipta öllu máli þegar við erum að ræða framtíð Íslands. Og þess vegna finnst mér mjög ánægjulegt að þið séu að boða til þessa fundar og við ræðum þá hér háskólamálin í örugglega ýmsu samhengi næstu klukkutímana. En fyrst langar mér bara að benda á það að fyrsta spurningin, hún er röng. Þetta var ekki tekið af rekstrarframlagi háskólana. Þetta var gert. Má ég, ef þið viljið búa á mig eða annað, þá fáðu þið örugglega nægan tíma til þess en þannig eru fyrirmyndir barnanna okkar. En ég ætla bara að segja að þetta var fé sem var á safnlið skólana. Það var á safnlið háskólana sem var útdeilt með ógagnsæjum hætti og var þar til háskólana. En það var engar reglur, þetta var ekki á rekstrarféð, þetta var safnliður háskólana sem var útdeilt með ógagnsæjum hætti til skólana mjög misjafnlega eftir árum og við ákváðum að setja þetta í eitt sjóð og leyfa skólunum að velja hvernig þeir myndu vilja sækja í þetta og það væri algjörlega gagnsætt hvernig þessum fjármunum yrði skipt. Og markmiðið sjóðsins var að auka gæði en líka auka samstarfið og samtalið milli allra skólana sem ég tel einfaldlega að sé forsendur fyrir því að við náum meiri árangri.
og og kannski þessir fjármunir, þeir fóru beint til háskólana, allir þessir fjármunir, með þessum gagnsæja hætti og háskólarnir auðvitað sóttu sjálfir og þetta var ekki nýtt til að velja ykkur gæluverkefni, heldur þvert á móti að styðja samstarfsverkefni sem háskólarnir komu sér sjálfir Þannig að fjármunir sem voru á safnlið voru settir í þennan sjóð. Við vorum auðvitað líka með það umhverfi að við vorum með gamla reiknilíkanið sem var löngu orðið fryst og var búið að kalla eftir kosningar eftir kosningar að yrði sett í forgang að klára. Og það gerðum við og við töldum að það væri best að koma með nýtt reiknilíkan, vinna það, hörðum höndum þetta kjörtímabil, svo að við gætum síðan sett alla þá fjármuni sem fara í háskólana í gegnum reiknilíkanið en ekki í gegnum það sem þá var gamla skjalið frá 99 sem þá var orðið fryst sem var einfaldlega ógagnsætt til þess að búa til rétta hvata. Og þessum verkefnum var auðvitað hægt að fylgjast með og greina árangurinn af og yfirsýnin þá þess vegna talsvert mikil og ég tel að skólarnir þurfi að vera stærri og burðugri og fá aukið fjármagn og hef barist fyrir því og þetta hefur auðvitað verið rætt í áratugi eins og hér var nefnt í upphafi og allt of lítið þokast áfram í fjármögnun háskólastigsins. Og ef skólar ætla að sameinast og við ætlum að efla þá enn frekar að þá að mínum mati samstarfi sem sjáum núna á milli þeirra orðið þannig að ég trúi því einlæglega að við munum geta sótt verulega fram fyrir háskólastigið í heild. Og við lítum kanna afdrif þessara verkefna. Það má auðvitað nefna nýjar námsbrautir eins og fagháskólanámið í leikskólafræðum, íþróttasálfræði og meistarastigi, stóraukið framboð á námsgreinum í netöryggisfræðum, stafrænni heilbrigðistækni og svo framvegis. En ég ætla ekki að taka mörg dæmi en líka bætt starfsumhverfi til að mynda með að samnýta og efla margvíslega innviði skólana sem fengu fjármagn úr samstarfinu. En það sem er kannski allra mikilvægast auðvitað líka að nú sjáum við að Háskólinn á Hólum orðin háskólasamstæða og Háskólinn á Akureyri viðræðum líka við Bifröst. En þegar ég tek við háskólaráðuneytinu þá gilti fjármálaáætlun út 2025 og það hafði verið gefið í, það er rétt undir forystu Lilju, en munurinn á þeirri áætlun núna og þeim veruleika sem við stöndum fram fyrir 9 milljarðar. Það eru aukalega 9 milljarðar ef við berum saman þessar tvær fjármálaáætlunar að því við höfum verið þessi ríkisstjórn að bæta í. Og bara frá, ef við skoðum frá árinu 2018, heila fyrsta ár þessara ríkisstjórnar, að þá aukning í háskólastigi 31%. En nei, það ekki nóg og við sjáum að það eru allir aðrir að gefa í og það eru allir að gera betur fyrir háskóla sína og setja það í forgang og við þurfum að gera ennþá betur. En ég vil samt halda þessum staðreyndum til handa hér og segja að 2025 fjárfestingin í háskólanum 4,5 milljarði hærri heldur en voru plönum. Þannig að í heild hafa 9 milljarðar verið settar aukalega og ég veit að betur má ef duga skal. En ég vildi halda þessum staðreyndum til haga. Varðandi síðustu spurningur háskólamenntun og laun, þá bara má taka undir áhyggjur fólks að menntun sé ekki nægilega vel metin til launa. Umræður kjarasamninga undanfarin ár hefur snúist krónutöluhækkanir og ég held að við þurfum að snúa þeirri umræðu aðeins við og varpa þessum staðreyndum framar í umræðuna laun og stöðu launa þeirra sem eru háskólamenntaðir af því að við viljum frá fleiri háskóla, ég tala fyrir því, við erum að sjá aukningu og við þurfum að gera ennþá betur að lyfta þessum starfsstéttum upp og þeim sem hafa háskólamenntun og það sé virði til launa. Komið sælir Arnór Þór Jónsson frá Lýðræðisflokknum. Ég geri mig grein fyrir því að þetta ekki auðveldasti áhorfendahópur sem að minn flokkur kannski tala við. Ég hef verið að hugsa sem svo að auðvitað markmið háskólanáms að frelsa huga fólks og hvetja fólk til gagnrýninnar hugsunar en ég veit að þið þolið að heyra þetta en mín reynsla eftir að hafa bæði kennt í háskólaumhverfinu og þetta starfa og hér sem nemandi í ýmsum háskólum að ég upplifi háskólaumhverfið sem mjög einsleitt
umhverfi. Ég kalla þetta mónómenningu, þess að meira minna allir háskólakennarar hafa sömu skoðun. Þess að langar mig aðeins að fá að skora ykkur á hól með það að fá að hafa öðruvísi skoðun. Það er ekki hlægilegt í háskólaumhverfi að aðrir hafi aðra skoðun heldur en þið, þó að ykkur finnist það kannski hlægilegt. Og þá er það kannski fyrsta mál til að velta fyrir sig. Er það sjálfgefið og er það einhvers konar náttúrulögmál að það er alltaf að fara meiri og meiri peningar inn í háskólaumhverfi? Háskólarnir auðvitað eiga að þjóna samfélaginu og margir háskólar, ekki bara á Íslandi heldur annars staðar í heiminum, státa sig að því að vera í nánum tengslum við atvinnulífið, ekki satt. Og gráður sem verið að veita frá háskólum þurfa auðvitað að þjóna atvinnulífið, fyrir utan að þjóna bara fólki hvað var að þeirra þroska og andlega þrótt. Og þess vegna er ekkert óeðlilegt þó að þeir sem fara með fjárveitingavaldið velti því fyrir sér fjármununum vel varið. Nú er það bara staðreynd, kæru fundagestir, að fólk sefur til að mynda á göngum Landspítalans. Það er bara staðreynd og er ekki einu svona inn á sjúkrastofu. Þannig að þetta eru mjög góðar og verðuga spurningar sem við stöndum hérna frammi fyrir. Og varðandi fyrstu spurninguna, hvort að það hafi þá verið sem sagt markmiðinu með að auka gæði háskólans hafi verið náð og hvort það sé ávinningur að því að verja heldur fé í samkeppnissjóð en beint í rekstur háskólana, þá sé ég persónulega ekkert af því að svona peningar fari inn í samkeppnissjóð og þið ágætu fræðimenn með ykkar góðu undirstöðu keppiðum þá í jafnræðisgrundvelli að fá þessa fjármuni. Ég sé ekkert af því, en ég hlusta á rök sem að hníga í aðra átt. Varðandi aðra spurninguna, hvort að þetta með OECD, hvort að þetta sé mikilvægt markmið og ef svo hvernig geti Ísland náð því markmiði, að þá auðvitað myndi ég ekki gera OECD markmiðið að einhverjum heilögum kaling til að leita af, vegna þess að við erum hér, eins og allir vita, við sérstakar aðstæður á okkar eyju, okkar fallegu eyju og aðstæður þá hér, atvinnulífs og náttúrulífs og annað geta verið með allt öðru móti heldur en eitthvað meðaltal OECD-landana. Þannig að við erum fullvalda ríki og að móta þessa stefnu í samráði við ykkur kæru háskólakennarar. Og ég vona að þið aftur í anda gagnrýnar hugsunar og þess að hafa opinn huga geti hlusta á þetta bara og við getum átt þetta samtal. Ég vil ekki nálgast þetta út á einhverju OECD-kreddu, það er það sem ég er að segja. Og ég er viss að mörg af þeim sviðum sem þið eru að kenna þurfa á miklu meira fjármagn að halda. Og það sé hægt að rökstyðja það, en á móti er sjálfsagt, og ég ætla að taka mitt fag, bara ég ætla að segja það, sem lögfræðings. Ég held að, bara svo að ég sé nú leiðilegur við mína kollega, ég er ekki viss að við þurfum miklu fleiri lögfræðingar til dæmis á Ísland. Og það megi alveg komast af með færri lagadeildir í okkar fámenna samfélagi, þannig að ég sæi alveg eins fyrir mér að það mætti skera niður. Við þurfum bara að móta fjárveitingarnar út frá því hver er raunveruleikinn á hverjum tíma. Og ef þið viljið hlæja núna, megið það líka. Hvort að háskólamenntun skapar verðmæti fyrir samfélag. Nú er það bara þannig að háskólamenntun er auðvitað ekki það sama á háskólamenntun. Ég held að það gerir sér allir grein fyrir því. Á hverjum tíma er mismunandi þörf. Stundum höfum við mikla þörf fyrir lögfræðinga, stundum meiri þörf fyrir verkfræðinga og stundum meiri þörf fyrir fólk með dönsku próf og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki sérstaklega góð spurning. En í grunninn, að sjálfsögðu, ef að háskólamenntun stendur undir nafni sem gaggrínir og í rauninni vitsmuna eflandi vettvangur, þá er þetta að vera góð. Og nú er ég að búið með tímann. Og má ég klára síðspurning? Já, klára, já. Ef svo hvernig á að meta háskólamenntun til tekna, það er náttúrulega bara eitt svar við því og hvort fólk á að fara í háskólanum. Þetta er bara hagsmunamat fyrir ungt fólk. Reiknistæmi í raun og veru. Borgar það sem fyrir mig að taka 5 ár og jafnvel 8 ára við ætla að fara að vera doktor, þá eru fólk bara að reikna. Við erum með vitsmuni til þess, treystum fólki til þess. Við svörum þess ekki út frá því að það sé eitthvað endilega gott og þú vantar eins og það er iðnaðarmenn á Íslandi. Takk fyrir.
Miðflokksins í þessum kosningum. Það alltaf gott að koma hér í háskólan, ég var sjálfur í þessum skóla og hef kennt hérna, þannig að ég held að ég hefði nú svona einhverju litlu leyti, það aðstæður sem að þið búið við. Og af því að varðar Miðflokkinn þá hefur hann og svona hans áherslur eru heildstæð stefna og það á líka við háskólasamfélagi. Það algjörlega þannig hjá Miðflokknum og ég vænti nú þess að það sé nú nokkuð pólitísk samstaða það að við viljum nú flest, ef ekki öll, í stjórnmálum efla háskólasamfélagið og háskólana í landinu okkar. Ég bara trúi að það sé þannig og það engin undantekning á því þegar kemur að Miðflokknum. Að því varðar þessar 3 spurningar sem að voru nú lagðar hérna fyrir þennan fund sem að ykkar félag lagði svona helsta áherslu á, að þá vil ég kannski að því varðar fyrstu spurninguna og sem sagt þann samstarfssjóð eða sjóðinn sem að var vitnað hér til áðan, að þá erum við að reka hér 7 háskóla í þessu landi og af þeim eru 3 sjálfstætt starfandi. Og Ríkisendurskoðun hún hefur ítrekað bent á það að það sé hvatt til breytinga á kerfinu og með það að markmiði að auka skilvirkni og samstarf þessara háskóla. Og þar af leiðir þá tel ég að þessi viðleitni sérstaklega sé til góða að því varðar að háskólarnir auki þetta samstarf og vinni meira saman, vegna þess að ég held að það eigi að koma þeim öllum til góð, styrkja það, ekki veikja það. Svo ég verði stuttorður og fari nú ekki út fyrir tíman að þá nú spurning nr. 2 þarna, sem sagt hvort að við teljum það mikilvægt markmið að við náum þessu meðaltali OECD-ríkjana. Já, það auðvitað mjög mikilvægt markmið og af því við höfum verið að nálgast það hægt og rólega. Við erum með núna 1,26% af vergri landsframleiðslu til háskólana sem við erum að verja. Þetta hlutfall á Norðurlöndunum er 1,7% af vergri landsframleiðslu. Þannig að við þurfum auðvitað að gefa þarna í. Það klárt og ég held nú að þegar horft yfir árin, sérstaklega 2010 til 2020, að þá hafi það verið saga aukningar í þessu hlutfalli. Þannig að við erum á leiðinni. Það hins vegar ljóst að ef við bara horfum á fjárlögin fyrir árið 24 og ég tala nú ekki fyrir 25, að þá þyrfti í raun að bæta þarna í og yfir 40% ef við ætluðum að ná þessu hlutfalli. Sko það nokkuð ljóst að við náum því ekki á svo stuttum tíma. Það bara heiðarlega svarið. En við stefnum að þessu og ég vil tala fyrir Miðflokkinn hvað það var. Við erum hins vegar komin nokkuð nálægt meðaltali OECD að því leytinu til að við horfum árið 2019 þá erum við að ná því 94,6%. Þannig að ég held að þar erum við að nálgast markmiðið mjög verulega. En við viljum bera okkur saman við Norðurlöndin í þessu samhengi og þar af leiðir þá vonast ég til þess að þessu markmiðið verði náð innan ekki og margra ára. Nú að því varðar þriðju spurninguna sem lýtur þá kannski að þáttum sem að pólitíkinni sjálfur sér stýrir minna frekar en meira. Það sem sagt þessi vandi kannski háskólamenntra sem nokkuð margbrotinn. Sko hann tengist í raun ómarkvissri atvinnustarfsemi og sveiflukenndu hagkerfi og jafnframt að einhverju leyti árangur yfir kjarasamningsborðinu. Þannig að sko og það auðvitað búið að vera hér ákveðin áhersla í þessu landi á þessi lægri laun og minni áhersla á kaupmátt hinna menntuðu og sko þetta þarf auðvitað þessi áhersla breytist og þessi áhersla líka í höndum hinna menntuðu að bera fram eins og þið gerir mjög skilmerkilega hér og í öllum ykkar málflutningi fyrir þessa kosningu. Þannig að það vel og ég vil kannski segja hvað þetta varðar að
að hugvitið einhver verðmætasta eign hverrar þjóðar og við erum hér að sjá alveg óbúðslega mikla aukningu í hugverka og tæknigeira. Við erum að slá þar yfir 300 milljarða útflutningsverðmæti núna á þessu ári og þarna eru þetta sóknarfæri fyrir háskólamennta fólk. En ég við búið með tímann og ég þakka kærlega fyrir áheyrnina. Ég ætla að setja tímastjórnum á sjálfum. Sæl og blessuð öll, virkilega gaman að vera með ykkur. Ég ætla að byrja á fyrstu spurningunni. Í fyrsta lagi þá finnst mér í rauninni bara mjög jákvætt að hafi verið sett sérstakt fjármagn í samstarf á milli háskóla. Vegna þess að þá verður það að búa til einhvers konar hvata til þess að vinna þvert á háskólana. En vandamáli var það að það var í rauninni ekki sérstakt fjármagn, vegna þess að fjármagnið var tekið af öðrum póstum í háskólastiginu, af safnliðinu eins og Áslaug nefnir. Þannig að það eru þá væntanlega einhver verkefni sem að standa eftir ófjármagnuð og væntanlega ekki gæluverkefni, við gerum ekki ráð fyrir því. Þannig að það þá eitthvað sem að stendur þarna út af. Og í öðru lagi þá þetta ekki að nýtast öllum greinum til að styrkja sig. Ef við getum nefnt sem dæmi, franska bara kennt við Háskóla Íslands. Þetta þá ekki að nýtast fögum sem eru ekki kennt í fleiri en einum háskóla. Þannig að það vantar jafnræði á milli greina og þetta kannski færir þá svolítið fjármagnið úr greinum sem eru í öllum skólunum til greina sem eru í öllum skólunum frá greinum sem eru ekki í öllum skólunum. En ég vil líka vera jákvæður gagnvart mörgum þeim ótrúlega flottu verkefnum sem hafa komið út úr þessu og jafnframt kalla eftir því að að við tryggjum eftirfylgni og áframhald þessara verkefna. Vegna þess að samstarf til dæmis námsgreinar þvert á skóla hljóta að vera verkefni sem þurfa að verða varanleg og fá varanlega fjármögnum inn í framtíðina. Þannig að ég segi sníðum vankantana af þessu og þróum þetta áfram því að ég held að þetta sé að skila öllur á botni hvort einhverju góðu. Önnur spurningin, já þetta sannarlega mikilvægt markmið í mínum huga og ég held að það kosti 6 milljarðar ná OECD viðmiðinu, Áslaug leiðrétt mig bara eftir að ég fara með frá fleitur, 2. Já, þannig að þetta var þegar rangt. Það á að vera hægt að ná því strax á fyrsta ári nýrra ríkisstjórnar. Og hvað var það Áslaug? 12 til 14 Norðurlöndin, eitthvað svo leiðis? Meira, þau eru fann að hækka svo mikið sjálf. Þannig að þetta kostar vissulega peninga en gleymum því ekki að þetta væri sennilega ein mikilvægasta fjárfestingin sem við gætum sameinast í íslensku samfélagi. Vegna þess að þetta borgar sig og gefur alltaf tilbaka. Þannig að í fyrsta lagi þá þarf að auka fjármagn per nemanda til samræmis við hin Norðurlöndin og námið líka misstýrt eftir fögum, gleymum því ekki. Listnám, margvíslegt verknám dýrara. Ég var sjálfur í líffræði og við þekkjum það sem við vorum að taka verkleg, en það var líka við félagsráðgjöf sem að þurfa að fá þjálfun í að taka viðtöl við fólk og svo framvegis. Í öðru lagi vil ég nefna að hluta þessu aukna fjármagni þyrfti að fara í grunnrannsóknir og þar með inn í samkeppnissjóðina, sjóði Rannís. Og hvers vegna? Jú, þeir eru að veita styrki á grundvelli ytra faglegs mats og þetta fjárfesting sem að auka alþjóðlega samkeppnishæfni Íslands. Það að fá styrkir innanlands, það gefur okkur líka tækifæri þeim sem í háskólasamfélaginu til þess að sækja ennþá stærri samkeppnisstyrki á erlendri grundu. Og þar getum við margfaldað í rauninni fjármagni sem við erum að setja inn í samkeppnissjóð. Þannig að þetta held ég að sé mikilvægt þegar við horfum á aukna fjárveitingar til háskólastigsins. Og í þriðja lagi þá langar mér líka að nefna mikilvægi þess að veita ungu fræðafólki fleiri tækifæri að komast á styrk vegna þess að það eykur það fjölgar bæði þeim sem eru að stunda rannsóknir, eru að koma nýrri þekking út í samfélagi og að ná í meira fjármagn erlendis frá. Ef ég hefði verið einráður og fengið að vera með fullt af peningum, það ekki þannig við ríkisstjórnarborðið svo það sé sagt, þá hefði ég lagt áherslu á að reyna að efla samkeppnissjóðinn og við gerðum það vissulega í COVID en því miður að þá höfum við ekki náð að fylgja því eftir og það eitthvað sem þarf að sameinast hér eftir kosningar.
Svo langar mig líka að nefna það í þessu samhengi. Það líka mikilvægt að háskólarnir okkar séu sjálfstæðir og þeir geti unnið að þeim verkefnum sem að þeir telja séu mikilvæg. Það hægt að nota markáætlanir til þess að ná fram einhverjum sérstökum markmiðum, vissulega, en megum aldrei gleyma þessu. Hvað á ég mikið tíma eftir? Halva mínútu. Já, það bara fínt. Þriðja spurningin, já, að sjálfsögðu skapa háskólarnir mikil verðmæti. Þau eru að dæla út í samfélagi fólki með nýjustu þekkinguna og eru að búa til mikilvæg verkefni í gegnum grunnrannsóknir. Ég held að stærsta verkefni okkar hérna til þess að laga þetta er að taka á kynbundnum launamun á vinnumarkaði. Hann finnst mjög víða þar sem að við erum með kynskiptan vinnumarkað hér á Íslandi og við verðum að taka á þessu sem stærsta verkefni og að lokum bara þetta, við þurfum líka sterkara námslánakerfi til þess að laða fólk að háskólanum til þess að fara í háskólanum. Takk fyrir mig. Komið sæl. Dagur heiti ég Eggertsson og leiddist eiginlega út í stjórnmál í gegnum umræðu háskólapólitík og menntamál. Ég stóð einn dag með 12.000 nemendum úr framhaldsskólum sem kom í veg fyrir að þeir eru sett skólagjöld í framhaldsskólum. Þetta var svo snemma sem 1991 og fór hér í stúdentapólitíkina þar sem að okkur fannst ekki talað menntamál í aðdraganda alþingiskosningar. Þannig að við endum til átaksins kosið menntamál 1995, þetta er nú ekki nema 30 ár síðan, en það breytti ýmsu og breytti umræðinni, en okkar aðaláhersla var á jafnrétti til náms. Við vorum þá brjáluð yfir því að það voru 1% vextir auk verðtryggingar á námslánum. Já, ég sem sagt leiddist út í borgarmál að segja má, en hef lifað eftir því að það bara til tvær gerðir af borgum. Það eru deyjandi borgir og háskólaborgir. Þannig að Reykjavík hefur verið að vinna með háskólum að því að vera eins góð, áhugaverð og skemmtileg háskólaborg og hægt er, bæði með því að styðja við uppbyggingu á háskóluna með stuðningi og því að við beittum okkur hér fyrir vísindaþorp í Vatnsmýri. Ég hef stundum grínast við Jón Atla að ég hef verið einhvers konar handrökkari nýbygginga hér á svæðinu í ágætu samstarfi við ríkisstjórnina hverju sinni. Við drógum hingað Háskólann í Reykjavík sem skiptir mjög miklu máli til langs tíma en mér finnst allt og lítið talað það hvað það er mikil sóknarfæri í tengslum við uppbyggingu Landspítalans hér í seilingafjarlægð frá þessu fyrir utan að við erum farið að tengja allt svæðið ennþá betur saman. Í mínum huga eigum við háskólunum og raunar framhaldsskóli líka skuldagjaldan. Það er einstakt á heimsvísu hvernig skólarnir opnuðu dyr sínar fyrir atvinnuleysu fólki á atvinnuleysisbótum eftir hrun, þannig að hér var menntasprenging án þess að skólarnir fengju eins mikið fjármagn með eins og hefði þurft og kannski eimir aðeins eftir af þessu í fjármagnalíkunum skólana og það ætti að hvetja okkur til dáða í að leiðrétta þetta til framtíðar. Við erum núna, ólíkt því þegar við vorum að berjast fyrir þessu 1995, að byggja upp rannsóknarskóla. Við skulum ekki gleyma því að þegar við skoðum tölur yfir doktorsnema og rannsóknarnema á háskólastíu í Íslandi í dag, þá erum við himinn og haf frá því sem var þá. Þannig að ýmsu hefur verið áorkað með framsýni og metnaði fyrir ótrúlega lítið fé. Hvað erum við að tala um í grunninn hérna? Við erum að tala um það að heimurinn hefur raun lært á því að vöxtur og velferð byggir mjög mikið á menntun. Við tengjum vöxt Bandaríkjanna stundum við kapitalisma og eitthvað slíkt, en staðreyndin er sú að Bandaríkin vaxa gríðarlega hratt og mikið eftir seinna stríð vegna þess að Bandaríkin voru miklu fyrr heldur en önnur lönd í því að mennta risastóran hluta af hverjum og einum árgangi, raunar nánast frítt, þeim að kostnaðarlausu. Evrópa var miklu meiri í elitisma hvað þetta varðar og Ísland er í raun
mjög sein, það í kringum 1970 sem að við förum að byggja hér framhaldsskólakerfi og síðan háskólakerfi, stofnun Lánasjóð íslenskra námsmanna og við verðum að horfa svolítið í augu við þessa sögu að við erum að sumu leyti komin skemur en eigum í raun ótrúlega sóknarfæri að gera þetta áfram að metnaði þannig að menntun nái til allra sem að það vilja sækja. Samfylkingin, hvar stendur hún? Hún hefur í sinni stefnuskrá að stefna ekki bara meðaltali OECD, heldur Norðurlanda og Samfylkingin í jafnaðarmannaflokkur. Okkur mjög eiginlegt að horfa til Norðurlanda en við verðum að ræða jafnrétti til náms í þessu samhengi. Ég orðinn ungur öðru sinni núna að ræða við háskólastúdenta í tengslum við þessar kosningar og það skandall hvað ungu fólki, sérstaklega utan af landsbyggðinni, gert erfitt fyrir að fara í háskóla. Það 5% þeirra sem að læra læknisfræði núna, sem utan af landi, þó okkur vant ekki síst lækna þar. Þau sem búa hér, þau búa heima hjá fjölskyldum sínum og aðalkrafa námsmanna að geta unnið meira með námi. Það góð menntastefna? Það góð nýting á tíma? Nei, það það ekki. Það eru svo mörg verk að vinna, það eru svo fáar sekúndur eftir í þessum ræðustóli. En ég mjög spenntur að taka til óskiptra mála. Takk. Góðan dag, Guðmundur Auðunsson heiti ég og ég á það degi það sameiginlegt að mín fyrstu spor í stjórnmálum var í stúdentapolítikinni hérna í háskólanum fyrir ansi löngu síðan. Það var nú margt breytt hér síðan þá. Og það svona leiddi mig út á það braut og mikilvægi háskólanáms í hinu samhengi samfélagsins. Fyrir okkur sósíalista afgengi að námi og jafnt afgengi að námi alveg gífurlega mikilvægt. Og það í raun og veru það sem skiptir sköpum. Og ég held það að við verðum að endurhugsa það kerfi sem við búum við í dag, færa okkur í átt að einhvers konar námslaunakerfi sem myndi verða til lengdar, svipað á Norðurlöndunum. Og ég held að það sé eitt af því sem við þurfum að líta til framtíðar. Og það tengist dálítið líka hugmyndum fólks hvernig meta skuli menntun til launa. Vegna þess að ef litið á háskólanám sem starf, þá menn ekki með mikla skuldabanka á bakinu og það breytir öllri dýnamíkinni í því. Ég ætla að ymbra á þessu spurningu sem voru lagðar fyrir okkur. Vandamálið við þennan sjóð sem var stofnað, ég held að samstarf milli háskóla gífurlega mikilvægt. En það ef það að taka fjármagnur á einum potti og færa hann inn í annan, að þá við líka komin út í það, ekki mitt hugmyndin að við eigum að auka fjármagn inn í háskólanámi í gegnum og ná allavega meðaltali OECD, við ættum eiginlega raun að veiða okkur við Norðurlöndin, alls ekki við OECD. Þannig að það hefði verið hægt að fara eitthvað, stofna einhverja sjóði sem slíka í gegnum aukið fjármagn og svo ég líka sammála því að grunnrannsóknin hljóta að vera einn stærsti þátturinn í starfi háskóla og það sá þáttur sem oftast vanmetinn mest. Til þess að háskólanám og háskóli séu metnir til launa, þá þurfum við aðeins að líta á hvernig launamarkaðurinn í dag eða vinnumarkaðurinn. Sko, markaðurinn getur virkað mjög vel á marga hluti, en það sem hann virkar alls ekki þegar kemur að því að verðmeta störf út frá samfélagslegum gildum. Og við vitum það að fólk sem með góða menntun, til dæmis doktorsgráður í einhverjum fögum, að þau geta fengið almennt hærri laun að vinna með peninga heldur en að vinna grunnrannsóknum og kenna næstu kynslóð fólks í háskólum. Það þá greinilega eitthvað að og þetta samfélagslegt vandamál, þetta ekki bara vandamál á háskólamennta fólk versus annað háskólamennta fólk.
Og mér finnst þessi umræðum launakjör hafa ofta verið fast í því að háskólamenntaður fólk að færast aftur á bak, sérstaklega þar sem fólk í til dæmis kennarar eða prófessorar og svo framvegis, miða við lægstu launin. Það ekki það sem við ætlum að miða við. Það varð að taka á ömurlegum kjörum lægst launaða fólksins og þaðan koma hugmyndir um krónutöluhækkunina. Það þýðir það kannski að bilið á milli háskólamenntaðra og lægstu launa að minnka. En það þýðir ekki endilega að það þurfi endilega að auka þennan mun aftur. Það þýðir það að við þurfum að endurhugsa hvernig við gefum laun eða veitum laun í samfélaginu. Við erum að endurhugsa það og þá þurfum við að gera ýmsar grundvallarbreytingar á samfélaginu og fyrir ungt fólk sem að færast sig út í háskólanám, út á vinnumarkaðinn, þá eru þættir eins og húsnæðismál, vinnuumhverfi alveg gífurlega mikilvægt vegna þess að kulnun að verða aukast hvar sem í samfélaginu. Ekki bara meðal kennara, háskólamenntaðra, heldur líka meðal láglaunafólks sem að vinna kannski 2-3 vinnur til þess að hafa í sig og á. Þess vegna vil ég tala varúð það að það þurfi að auka vægi munin af háskólamenntun miðað við lægstu laun. Það þarf að bæta kjör fólks á lágum og millitekjufólks almennt í samfélaginu, en það gerum við ekki endilega með því að etja saman þeim lægst launuðu gegn þeim millitekjufólks. Takk fyrir. Takk fyrir. Komstu frá? Já, það. Sælverði, ég Anna Katrín Friðriksson og frá Viðreisn og ég ætla að vinda mig bara beint í spurningarna, vegna þess að það eru býsna umfangsmiklar. Fyrst þetta með samkeppnissjóðina. Ég langar að segja það að við erum almennt hreint samkeppnissjóð, þannig að við trúum á ábatan af þeim. En það þýðir ekki að þessu hafnir yfir alla gagnrýni, það þýðir ekki að við hlustum á gagnrýni þegar hún kemur fram. Og það sem við höfum heyrt þessa breytingu sem komið á árið 2022 og var ætlað að auka gæði námsins, það það sem við erum að gera, auka gæði háskólanáms og samkeppnishæfnina, að það mikil dulinn kostnaður fólkinu í þessu kerfi. Og hann ekki síst fólkinu því að það mjög tímafrekt nú orðið að sækja þessa styrki og það eru margir að sækja á þess að hafa tilfinningar fyrir því hvernig líkurnar eru á að þú fáir styrki. Og við bara þekkjum það og bara tala aðeins eins og hagfræðingur kostnaðar ábyrgðargreiningu að þetta verður svona þar því jaðarkostnaðurinn nær jaðarávinningi. Og þá erum við komið með gríðarlega mikinn kostnað sem þarf að taka með í reikningi þegar við ætlum að skoða var þetta rétta leiðin. Þetta sennilega gott út frá þeim sem veitir styrki. Hann hefur úr að velja samkvæmt einhverju kríteríum sem settar eru bestu lausnirnar, en það þarf að taka með í reikningin þann kostnað sem að þessu hlýst og það kemur náttúrulega reynsla ykkar inn í þetta og ég veit ekki hvort 2 ár nóg eða hvort við þurfum að fara eitthvað lengra. Síðan það hitt að eina ástæðunum fyrir því að farið var þessa leið svo að það var erfitt þegar þetta var hluti á grunnfjármögnun fyrir unga vísindamenn að koma inn í. Það voru fyrir á fleti kannski einhverjir og þetta allavega eina af þessum ástæðum sem maður heyrði fyrir þessu og kom alveg að hugsa sér og aftur svo í kastinu að halda áfram að kasta boltanum yfir ykkur. Eitthvað viti því að brjóta þetta upp að þessi öðruvísi umsóknarferli inn í þessa sjóði frá nýju vísindamönnum versus þeim sem eldri eru og hafa farið í gegnum þetta ferli áður og dugar þar að senda inn CV-ið og meðan þeir sem eru nýjir og þurfa að sanna sig eitthvað nei. Þetta bara hluti sem þarf að skoða og síðan það hitt sem að mér þætti líka áhugavert að fá að sjá, sennilega að fara lengri tíma, hvort þessi 3 ára rammi alþjóðlegar birtingar sé ekki svolítið stuttur. Ég býsna hrædd að margar af okkar helstu uppfinningum hefði ekki orðið að veruleika hefði þetta verið tímarammi. Þannig ég veit ekki heldur hvort þetta nóg. Það sem ég að reyna að segja í svolítið löngu máli, á meðan ég held að þetta hafi ekki verið röng nálgun, þá ekkert líklegt endilega að fyrsta útgáfan sé svo eina rétta. Og þetta þarf að endurskoða. Við verðum að geta gert það að fara í pólitískar skotgrafir einhverja hugmyndafræði hvort að þetta eigi að vera svona ekki. Hvernig gerum við þetta best og alltaf með augun á boltanum sem að efla gæði háskólanámsins. Og síðan kemur þá þessi spurning sem náttúrulega nátengt því líka.
með þetta með að hvort við eigum að ná markmiði, alþjóðlegu markmiðum, hvort sem það er OECD eða önnur Norðurlönd sem við viljum alltaf bera okkur saman við. Þetta snýst auðvitað í stóru myndinni samkeppnishæfni okkar. Og ef við ætlum að vera samkeppnishæf fólk, þá þurfum við að vera samkeppnishæf þarna. Við erum að gera frábæra hluti, miða við þessa undirfjármögnun sem við höfum sýnt hérna. Við erum með háskóla sem standast bestu snúning, þeir útskrifa nemendur sem fara að labba inn í bestu háskóla í heimi og gera frábæra hluti. Því það getur ekki nota peninga? Nei, við þurfum að hugsa það og það sem ég er mestar áhyggjur að missa fólk, af því að það þarf mannauð til að búa til mannauð. Ég er mestar áhyggjur af því að nú er þetta fyrirkomulega þýði að það verði flótti úr að þið ekki má orða þetta þannig, að við séum að háskólasamfélagi sé að missa fólki yfir í jafnvel önnur skólastig eða inn í ráðuneytin, þegar það er bara betur borgað. Þá erum við virkilega með rangt verðmæti og það er verulega mikilvægt að við skoðum það. Þannig að stuttasvari hér, jú, við þurfum meiri peninga. Ég ætla ekki að fara að segja að það sé eitthvað eitt markmið þar, algjörlega samanburður sem er betra en annað, en við þurfum að skoða hvað við erum að gera hérna verulega. Og síðan algjörlega náttúrulega því, svarið við síðustu spurningunni, hvort að háskólamenntun skapar verðmæti. Ég var bara að skoða finnska könnun sem sýndi að hver einasta króna sem er í háskólakerfi gefur 20–30% raun ávöxtun fyrir samfélagið. Þetta er bara útgangspunkturinn, þetta er langt ábatasamasta fjárfesting sem að ríkjum stendur til boða. Þetta er fjárfesting í framtíðinni. Við búum í alþjóðasamfélagi, við þurfum á því að halda að unga fólki okkar sjái ekki bara hagi því að búa hérna, heldur mennta sig og búa hérna til samfélag sem er gerað verkum og það sé gott að búa hérna. En þetta er bara verkefnið okkar allra og auðvitað þurfum við þar að koma inn í annars vegar með kjör háskólamenntaðra. Þetta er áhugjandi, í 20 ár hafa kjörin staðið í stað. Laun meistaragráðu og ofar hafa hækkað 1% frá aldamótum á sama tíma og kjör ófaglæra hafa hækkað 44%. Og ég heyri alveg, það er engin öfundsverður að lifa á lægstu launum, en það þarf líka að það þarf að halda þessu gangandi. Þetta er samkeppnishæfni okkar og það búið að gefa mér rauða spjaldi, lakka til samræðinu. Takk fyrir. Ég heiti ég, var gerð starffræðigreiningu í þessum sal. Mér líður eins og ég sé komin aftur í skólana því ég fikk heimaverkefni. Vindum okkur bara í heimaverkefnið. Þessi sjóður eins og var verið að lýsa hérna áðan hafa tekin úr ýmsum öðrum verkefnum hérna í skólanum. Ég hef spurt fjármálaráðuneyti reglulega á fundum fjárlaganefndar hvaða verkefni voru þá vanfjármögnuð á móti. Ég fæ aldrei svar. Ég veit að það hvarf sjóðurinn sem var kjarasamningsbundinn sem að styrkti ferðir og ráðstöfnur og svo framvegis. Hann hvarf. Hver fjármagnar það í staðinn? Ekki svör. Þannig að ég myndi vilja skoða hinn hlutan á þessu, þaðan sem að peningur var tekinn, á sama tíma og ég skoða hvort og það hefur verið gagn þessu. Ég hlakka til að sjá þá greiningu, þannig ég ætla ekki að gefa neina rauninni niðurstöðu á því hvort að þetta hafi skilað árangri af því að ég er ekki rannsakandinn hvað það var. Ég hlakka til að sjá ykkar greiningu á því. OECD, já, þetta er mjög mikilvægt markmið og ég held að við myndum fjármagna háskólastigið í rauninni svona á landsvísu og svipaðan hátt og einmitt Norðurlöndin, þá værum við bara við Norðurlöndin í þessum viðmiðum. Ég heyri einmitt hérna ráðherra háskólamála tala 13% aukningu í háskólamálin og úr fjárlaganefnd þá bara hef ég ekki hugmynd hvað sem tala kemur. Ég fer að skoða fjárlög 2018 sé 48 milljarðar eða eitthvað sliðist þar og skoða svo fjárlög 2025 og sé einhverja 55 milljarðar þar og já, heyrðu, þetta er þetta 13% hækkun. Býtu en fyrir ekki erum við ekki með verðbólgu hérna á þessari blessuðu krónu. Raun virði 48 milljarðar árið 2025 eru 61 milljarðar. Miðað við þá 55 milljarðar sem eru í fjárlögum 2025. Þess að það er búið að rýrna 6 milljarðar á raunvirði. Ekki búið að hækka 13 milljarðar. Ég hef ekki hugmynd, eða 13%, ekki hugmynd hvað það kemur. Og svo myndi ég bara vilja horfa til 7. greinar laga háskóla, þar sem segir einfallega
háskólar ákveða fyrirkomulag kennslu, rannsóknar, náms og námsmats. Þetta kostar pening. Það ekki háskólinn sem að ræður því hvernig þetta og við erum að fjármagna það? Ef ég rétti Jón Atla hérna 1 krónu og segi, þetta ákveðtu núna fyrir þessa krónu, hvernig á að haga fyrirkomulaginu hérna, það stýrandi það hvernig hægt að taka þá ákvarðanir það hvernig á að haga náminu vantarlega. Þetta eitthvað öfugsnúið þenni gangi, sko. Að lokum með launin, þingflokkur Pírata lagði fram þingsályktun við eigum vandamál með þetta vinnumarkaðsmódel. Við kannist við þetta höfrungahlaupið og allt svo framvegis. Hver á að ráða því í rauninni hvað viðmiðið? Það snýst þetta allt. Þarna verðmætaskiptingin þegar allt kemur til alls. Og við leggjum það til að við horfum til starfsfólks grunninnviða. Það að segja bara heilbrigðisstarfsfólks, kennara, kennslu það sem og lögreglu og þess aftar. Þar erum við sem samfélagi að segja hversu verðmætt okkur finnst þessi störf vera sem sinna grunninnviðum samfélagsins. Svo þegar aðrir eru að biðja launahækkanir fram og tilbaka og þá spurjum við kannski í samhengi við það okkur ætti þú að vera að fá hærri laun heldur en læknir eða hjúkrunarfræðingur eða háskólaprófessor. Af hverju ætti sérfræðingur í ráðuneyti að vera með 1,1 milljón en háskólaprófessor tæplega 900.000? Hvernig virkar það? Það eru svona spurningar sem ég hef rosalega gaman að spyrja. Ég hef líka rosalega gaman að svara spurningum, þannig að það verður gaman hérna aftur, ég hlakka til. Svona rétt í lokin að þá viðmið hjá okkur Pírötum, það menntun bara menntunar vegna þegar allt kemur til alls. Þið kunnið alveg, eins og Hanna Katla fór yfir áðan, hvert virði menntunar í rauninni þegar allt kemur til alls. Það ástæða fyrir því að þetta eru grunnir samfélags. Og svo eru það skuldir námsmanna. En svo talaðum hérna í sósíalflokknum að það hefur áhrif á kennslu að nemendur þurfi að vinna með námið. Rosalega mikil áhrif. Við viljum ekki að fólk sem að klára nám byrji með skuldabagga á bakinu. Það einfaldlega þannig. Við leggjum til, bara til að byrja með, að það verði útgreiddur persónuafsláttur. Þannig að fólk sem ekki að vinna, það fær bara útgreiddur persónuafsláttur. Það munar ekkert rosalega miklu á því útgreiddur persónuafslætti og í rauninni framfærslu á námslánum ef fólk býr í heimahúsi. Hvað er því? Ekki flóknara í rauninni svona úrlausn hvað þetta var. Það er alltaf að vera þetta. Og svo eru svona ákveðnar þróanir í háskólasamfélaginu sem við styðjum, varðandi eins og reviewferðlið og svoleiðis. Af hverju fá háskólakennarar ekki stig fyrir að reviewa greinar? Til dæmis. Mjög sérhæft en ákveðið mættur á fyrir lokin. Það held ég að við tengjum mörg við. Takk fyrir. Ef ég var að gefa stjörnur í kladda þá fengið öll stjörnur í kladda og voru mjög stillt og brúð innan marka og lítið fundarstjóra. Alveg eins og draumur. Þá komið að því að opna fyrir spurningar úr sal og af netinu. Við erum hérna í einhverju samstarfi með þetta allt saman. Ég held að við byrjum á salnum. Já. Ég bara stela mig. Þetta nú við. Fengja á mér. Já, ekki bara komin. Jú. Og ég afsökið mig, ég aðeins að taka upp. Það getur verið að það er svona aðeins eftir að hverju þið spyrjið, en það ekkert óhugsandi að við tökum svona 2-3 spurningar saman og gefum svo á framtíðan. Þannig að erum við þá opnaði fyrir mælendaskrá? Já, ég skal fylgjast með og Jón Atli byrjar hér. Já. Takk fyrir þetta og ég vil bara þakka hérna frumælendum fyrir þeirra innlegg og ég hef búin að hitta hérna tíðina fulltrúa margra flokka og núna bara fyrir þessar kosningar og ég vil bara segja að viðhorfið alltaf mjög jákvætt og það er mikill stuðningur við háskólamenntun og rannsóknir en við erum búin að vera í þessu ströggli með þessi meðaltölu þessi ár og hér voru einhverjar tölur nefndar. Þetta tengdist aldarafmæli háskólans, þá var þetta skýrt komið inn og svo tók vísinda- og tækniráð við og
og setti þetta inn að þetta ætti að vera komið 2025 sem næsta ár með Norðurlandameðaltali. Við náðum þessu OECD að okkar mati 2019 sem ykkur 94,6% eitthvað svoleiðis sem við töldum að vera hérna í Háskóla Íslands. En aðalatriðið eins og hérna hefur komið fram, þetta snýst samkeppnishæfni. Við erum í háskólanum núna að missa fólk frá okkur. Við erum ekki mjög svona spennandi fyrir fólk sem starfar annar staðar og erlendis starfa með það. Svo nýliðunin ofboðslega mikilvæg. Starfið hefur gengið mjög vel, en það bara því meður þannig að þetta svolítið brothægt. Og ef maður skoðar kannski síðustu 20 ár, og Dagur þú nefndir vísindafólkið, það hefur komið og það heilmikið þar, en við höfum fjölgað mjög mikið erlendum nemendum, það eitt sem hefur fjölgað mikið, en það líka fjórföldun vísindagreina á 20 ári, hugsið ykkur. Það 20-földun doktorsbrauðskráningar í Háskóla Íslands. Og Háskóla Íslands 2/3 háskólakerfisins. Og ef þessi þróun heldur áfram, þá bara höldum við ekki í við hana. En þetta fjárfesting í framtíðinni, eins og hér hefur komið fram, og við þurfum að gera betur. Og eins og ég segi, Háskóla Íslands með doktorsnámi hérna á Íslandi, hann 2/3 kerfisins og við þurfum bara að hlúa betur að starfinu, bara heilt yfir, bara til þess að geta haldið áfram. Og ég veit kannski, þessi rektorar er voðalega mikið komið frá okkur hérna með meðan frá Norðurlandum og allt það, en við þurfum bara að hafa norrænt kerfi. En við getum fjármagna doktorsnemana eins og gert á Norðurlandunum og þar á leiðandi líka fjármagna bara stundakennara, með 3.000 stundakennara og getum við ekki fjármagna þá. Ef við getum fjármagna þá betur doktorsnemana, þá gætum við haldið áfram þessari uppbyggingu. Alþjóðlega samstarfi líka, en við getum ekki haldið svo lík. En ég vil segja líka að gagnvart stjórnvöldum að leggja áherslu á samstarf háskóla mikilvægt. Sameiningar, það þarf að sameina hérna meira í íslenska kerfinu. Vegna þess að lítil stofnanirnar eru svo ofboðslega veikar, það geta eiginlega ekki haldið í þessa þróun sem Og þetta var tilraun hérna hjá ráðherra að gera þetta og margt tókst vel. En við þurfum semst að leggja áherslu á bara ná þessu eins og Hanna Katrín nefnir hérna, þess að finnsku rannsókn. Við vorum með 7-földun, hver króna 7-földun, það þarf að gera betur. En svo vil ég líka bara loka að segja að uppbyggingin hérna hefur umræðið. Heilbrigðishúsið að fara að koma, sem bara frábært fyrir Íslands samfélag, menntavísindasvið að flytja í sög og ég geti nefnt margt annað, Eddan komið. Það margt að gerast hér, en við þurfum bara að gera betur. Svo ég bara hlakka til að vinna með ykkur hérna sem háskólastarfsmaður. Ég byrjaði líka hérna í stúdentapólitíkinni hérna 1980 og ennþá að berjast í þessu. En þessi, hvað að segja Björn Leví, þetta með ritrýninguna, þetta kom frá ráðgjafarráði kjaranefndar hérna 1999. Það bara gangi ykkur vel, við erum ekki komið það. Þakkir Jónalli. Nei, fyrst var Þorgerður og svo förum við. Ég ætlaði bara ekki að vera að lappa sem margir skrefa en það ágætt, ég bara konið 5.000. Já, þú er bara hér. Hún er bara hér. Kæra þakki, ég hef ekki verið fyrst í rauninni eftir rektor. Kæra þakki fyrir hérna fundin og góð innlegg frá ykkur hérna. Mér langar aðeins að spyrja hérna annað mál, ekki beinlínis háskóla, bara nefna hérna að þeirra spurningin hérna uppi samkeppnissjóð, hann sneri ef ég skildi þetta rétt að þessum samstarfssjóði. En mér langar til að spyrja hérna rannsóknarpólitíkina og mér langar að spyrja skattafrádrátt til fyrirtækja vegna rannsóknar og þróunarstarfs. Vegna þess að rannsóknarsjóðir eru gríðarlega mikilvægir. Við erum hann í háskólanum og rannsóknarsamfélaginu mjög miklar áhyggjur af nýliðum. Það hefur verið hart á dalnum í háskólanum og erfitt með nýliðum. Rannsóknarsjóðirnir sjálfir, til dæmis rannsóknarsjóður Rannís, hefur gegnt mjög miklu hlutverki þar. Og nú það þannig að það fær miklu hærri fjárhæðir til skattafrádráttar eða endurgreiðslu á útlögum kostnaði til fyrirtækja með rannsókna og þróunar eins og það heitir. Þetta var 1,3, þetta byrjaði sem 2011, það var 1,3 milljarðar árið 2015, fór til 13,1 árið 2024 og það áætla að þetta verið 15 til 16 milljarðar. Þetta miklu meira féheldur en fer í grunnrannsóknir og þetta hefur verið gagnrýnt af skattinum, af OECD og alþjóðagjaldeyrissjóðnum
og það vanti eftirlit og eftirfylgni, þetta er ógegnsætt. Og ég ætla að taka fram að ég er ekki að gagnrýna prinsippið. Auðvitað þarf að styðja við nýsköpun og þróun í fyrirtækjum. Það er alls ekki hugmyndir sem er að gagnrýna, þetta er fyrirkomulagið. Og mér langar til að spyrja kannski beina þessu til Viðreisnar og Samfylkingar, þannig að gefur sér að einhver líkur að það fólk verði í ríkisstjórn og einhverjum fleiri sem vilja svara. Ég þykist vita við þarf Ásmar Örnur til þessar hluta. Er þessu fé vel varið af skattfé almennings og sjáu þið fyrir ykkur að halda þessu áfram? Ja. Við ætlum að taka eina aðra spurningu að ég gef ykkur að svara þessu og Sigrún er að hafa hlaukum mikrofónin, komin 5.222 skref. Þetta er alltaf að gerast. Já, sæl, Gauti Kristmánsson heiti ég, deildarforsti í Íslensk og menningardeildar. Ég ætla að koma að öðru máli. Það gerðist núna í síðasta mánuði að það var lögð fram áform skólagjöld fyrir nemendur utan EES og háskólinn brást við því. Það var komið 4 eða 5 umsagnir frá deildinni, en myndi þetta hafa gífurlega áhrif á deildina. Það myndi fækka nemendum umtalsvert og það myndi í raun og veru væri bara högg í magann fyrir hana svona fjárhagslega. Vegna þess að þessi skólagjöld átti að þarna bara nemendur eru að borga allt með skólagjöldum og það er auðvitað að það myndi fækka mjög nemendum. Og þetta er náttúrulega fyrsta lagi bæði í doktorsnámi og það er allan skólan. Það er mjög margir doktorsnemar að koma erlendis frá og ef það verið háskólagjöld þá er ég ekki vissum að staða háskólans í alþjóðlandsframburði er eins góð þegar nemendum fækkaði mikið sem skrifuðu greinar og svo framvegis. Nú meistaranám, við erum til þess í Íslensk og menningardeildar með Viking Medieval Studies. 70% nemendum koma utan EES og þetta fólk fer síðan út allan heim og er að breiða út íslenska menningu og það myndi náttúrulega snarfækka. Það nám yrði í raun og veru gjaldþrota á þessu. Og svo er náttúrulega stóra málið, það er íslenska sem annað mál, sem er, ég held bara næstum stærsta grein háskólans. Og þar er náttúrulega, þetta er lykillinn í íslensku samfélagi. Og þarna kom til dæmis sérfræðingarnir sem þurfa að fara að vinna á Landspítalanum frá Filippseyjum og einhvers staðar verða þau að læra íslensku og þau gera það ekki í nými í einhverju 150 tíma námskeið. Og þarna, og það er bara mjög skrítið fannst okkur að það komi núna eftir að ríkisstjórnin var fallin þarna frumvarp til laga. Ég vissi ekki að þessi ríkisstjórn geti gert svona lagt fram frumvarp sem hefði svo mikil áhrif í samfélagið. Þetta er raun og veru umboðsins ríkisstjórn, hún er bara til þess að halda í horfinu á meðan verið að kjósa og mynda nýja ríkisstjórn. Hún er ekki til neins annars. Og mér finnst þetta mjög sérkennilegt að það skulle vera komið 8. nóvember sem sé eftir að stjórnin er fallin einhver dröga frumvarp til laga. Þingið er ekki eins og starfandi lengur. Og mér þætti gott að vita hvað þetta á eiginlega bara að þýða. Takk fyrir. Ég er þá með 2 spurningar sem ég bið ykkur að bregðast við. Það er annars vegar spurning Þorgerðar svona fyrirkomulag og gagnsæi á þessum skattafrádrætti til fyrirtækja vegna rannsókna og þróunarstarfs og hins vegar spurning Gauta afstöðu til þessa frumvarps að taka skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Það er ekki bara að byrja öfugt og bara endilega byrja að einhverjum að vera ekkert rosalega langur því að okkur langar að komast til spurningar. Takk. En auðvitað koma eitthvað málefni á framfæri. Já, við viljum gera. Endurgreiðsla nýsköpunar. Já, við viljum endilega nýsköpun út allt land, en ekki í þessu formi. Ég tekið með undir gagnrýni skattrannsóknarstjóra. Það er leið þarna til þess að rauninni gefa út tilhöfðalausa reikninga að þeir séu ekki til nýsköpunar og eftirlit með því er bara frekar flókið. Þannig að við myndum vilja annars konar form á þessu, meiri mynd styrkja form á þess aftar. Bara styrkja eins og í rannsóknarsjóðu, tækniþróunarsjóðu og allt konar svoleiðis. Svo eru það skólagjöldin, þetta er í samráðsgáttinni, þess að kemur ekki inn til þingsins. Kannski verður undirbúið þetta fyrir næsta kjörtímabil, ég veit ekki, en það er þá einhver annar ríkisstjórn sem verður bara að glíma við það. Þetta er mjög stress.
Takk fyrir og kannski byrja Þorgerður á þinni spurningu að við höfum náttúrulega bara stöndum frammi fyrir því að þessi fjórða sem hvílir á rannsóknum og þróun og menntun, hún að keppa náttúrulega við 3 mjög stórar atvinnugreinar sem byggja á náttúruauðlindunum okkar, þannig að það þarf fjármagn inn í þessa grein. Það þarf að beita því fjármagn á þann hátt að það ríki samkeppni og þetta þarf að vera gegnsætt. Þannig að ég get eiginlega ekki svarað þessu nákvæmlega öðruvísi svo núna og ég þekki þessar ábendingar og þessar athugasemdir sem skattrannsóknarstjóri hefur komið fram með þar sem svona verið að leiða líkum að því að þarna eigi sér stað alveg undanskot og það þarf auðvitað að stoppa af því að það verður að vera. En við hljótum að geta haldið utan þannig að við höldum áfram að efla rannsóknir og þróun án þess að það sé gert á þann hátt að það sé verið að sóa vinningspeningum og skekkja samkeppnismyndina. Þannig að það svarið við því og hitt síðan þá ætla ég bara að svara Gauti á sama hátt og þetta bara mál sem inn í samráðsgátt þar sem að ráðherrar geta sett sín mál áður en síðan leggja það fyrir þingið og ég þekki ekki, heyrði bara, sá bara fréttir af þessu, þekki það ekki, veit ekki hvort að þetta mun dúkka upp aftur hjá næstu ríkisstjórn eða ekki en það mun þá fara sinn gang í almennilega þinglega meðferð ef svo verður. En núna þetta bara statt inn í samráðsgátt, skilst mér. Og þess í gangi. Varðandi skattafrádráttinn fyrir rannsóknir. Þetta er hluti af gífurlega stóru vandamáli sem að við höfum séð frá ríkisstjórnum nýfrjálshyggjutímans. Það að það er verið að gefa fyrirtækjum, oft stórfyrirtækjum, bara áskrift á almannafé í gegnum alls konar afslátt á skattgreiðslu. Það ekki tilviljun að þessi upphæð frá skattafrádrættum fyrirtækja hefur rokið svona upp vegna þess að það bara allt og allar rannsóknir eru settar á þetta. Þá ekki einu sinni farin að tala um skattundanskotin sem að verður auðvitað að taka á. Ég bara tala um frádrátt vegna nýsköpunar. Ætlið þið að segja mér ef að Marel til dæmis fengi ekki skattafslátt að þeir myndu hætta rannsóknum? Hvers vegna þetta forgangsverkefni okkar að styðja rannsóknir og stórfyrirtækjum og meðan að vera að svelta fjármagni í grunnrannsóknir og til háskólamenntunar? Þess vegna, þetta dæmi alveg hroðalega pólitíska ákvörðun og annarkvort hún gerð af bara skilningsleysi eða hún bara gert viljandi til að hengla stórfyrirtæki. Svo einfalt það. Varðandi skólagjöld, sósíalistar eru algjörlega á móti skólagjöldum og við förum ekki manngreiningar álit hvaðan menn koma, hvort sem það eru innan EES, íslenski ríkisborgarar eða ekki. Við erum á móti skólagjöldum og þau eiga ekki að tíðkast. Já, takk fyrir. Aðeins varðandi rannsóknarsjóðina og tækniþróunarsjóð versus skattaafslætti. Við höfum kannski ekki að stilla þessu upp sem andstæðum. Ég held að einhver heildstæð sýn á þetta sé það sem við þurfum. Ég hef lengi verið mikill stuðningsmaður þess að efla rannsóknarsjóðina og þegar við vorum með í raun mjög lítið úr að spila hérna eftir hrun að þá var farið fram með stefnumörkunum að tvöfalda þá strax og raun að greiða það með auðlindagjöldum og sköttum sem voru teknir af bankakerfinu ásamt öðrum hlutum. Það hét fjárfestingaráætlun fyrir Ísland en við stjórnarskipti 2013 var þetta allt saman tekið af og það tók allt of langan tíma að byggja þessa sjóðu upp. Skattafslættirnir hafa fengið krítik, eitt af þeirri gagnrýni hef ég skilið þannig að það ætti að ýta þessu alveg til hliðar vegna þess að þetta væri ekki gott og gilt markmið heldur vegna þess að þetta væri ógegnsætt og það þyrfti að skoða þetta. Bæði OECD og skattrannsóknarstjóri hafa talað þannig að ég hugsa að við förum í umbætur þar. En þar kemur að spurningu Þorgerðar sem þessu fé vel varið. Við vonum það en mér sýnist enginn geta sýnt fram á að við vitum það. Allavega ekki að öllu leyti. Þannig að þetta þarf að vinna með. Varðandi skólagjöld utan EES þá held ég að nám og háskólanám sé langt besta leiðin til þess að verða hluti af samfélag og virkur þátttakendur á vinnumarkaði og margar þjóðir, til dæmis Norðmenn, eftir fall múrsins
þá opnuðu þeir allt menntakerfið sitt fyrir fólki frá Austur-Evrópu og höfðu mjög mikinn svona ábata fyrir utan að, þannig að mér finnst þetta koma á einhverju öfugri átt. Þannig að ég hef alla fyrir vera á þessu þó ég þekki þetta mál ekki í neinu smáatriði. Já, aðeins varðandi rannsóknar- og þróunarstyrkina eða afslættinu öllu heldur. Ég held að á sínum tíma þegar þessu var komið á 2011 þá hafi þetta verið bara mikið framfaraskref. Þannig að ég tek undir það sem að önnur hafa sagt varðandi það. Þetta hefur hins vegar hækkað mjög mikið og sérstaklega í samanburði við rannsóknarsjóðina. Það er ekki það sem við þurfum að horfa á. Og ef við myndum segja að við værum að spila úr í heild sinni fjármagninu sem að fer í rannsóknarsjóðina og fjármagninu sem að fer í rannsóknar- og þróunarstyrkina eða afslættina og við ættum að deila því fjármagni niður, þá myndi ég vilja sjá þá niðurdeilingu meira í hag rannsóknarsjóðana vegna þess að þeir eru að styrkja grunnrannsóknirnar sem fara fram í háskólunum og eru í grunninn alltaf undirstaðar allra nýsköpunar í samfélaginu. Þannig að það væri svar mitt við þessu, þannig að já, það þarf að taka þetta til skoðunar og síðan Gauti, þú sér hvað gerist þegar VG fer úr ríkisstjórn, þá koma svona mál fram, djók, en samt ekki djók. Við erum ekki fylgjandi því að setja skólagjöld á með þessum hætti. Ég gerir ráð fyrir að Áslaug muni útskýra nákvæmlega út á hvað frumvarpið gengur, en það er afskaplega mikilvægt að við allavega stígum ekki skref sem að koma í veg fyrir að við getum byggt upp háskólana okkar með öflugum mannauði alveg sama hvaðan hann kemur að úr heiminn. Sjálfur var ég í háskóla í Bandaríkjunum þar sem að 30% nemenda voru allstaðar annars staðar að en frá Bandaríkjunum og það gaf mér mjög mikið bæði sem nemenda og líka skólanum. Þannig að það er nú svona mín afstæða hvað þetta varðar að þurfum okkur að hætta í þessi skólagjöld og helst að leggja þau niður. Já, að því að varða þessar tvær spurningar sem komu hérna og að því að varða rannsóknarsjóðina og þróunarstyrkina þá teljum við þetta vera mjög ágætt form per se að þetta það er nú einu sinni þannig að við þurfum að vinna að því að stækka kökuna og leið við gerum það og þá erum við að vinna að því að aukinni velferð og þar með talið að stækka háskólasamfélag sem dæmis í til. En það er hægt að skipta þessu með betri hætti en gert er. Það sem ég vildi kannski segja varðandi spurningur að Gauta Kristmanns og erlendir stúdentar eru mjög mikilvægir fyrir háskólasamfélag og styrkingu háskólans og þegar hann setti þetta í samhengi við skólagjöld og við höfum hér á þessu landi og ég held nú að Miðflokkurinn sé engin undantekning á því að hér er ákveðin samstaða að því varðar menntamál og að þau séu fyrir alla og grundið í jafnræðis og skólagjöld við ekki að því markmiði þannig að okkar afstaða til þeirra er neikvæð og meðan við erum að minnsta kosti með þannig fyrirkomulag í fjárútlátum og fjármögnun háskóla það er nánast að öllu leyti reikilögum fyrir. Já, heyrist í mér, er þetta varðandi fyrir spurninguna sem var virkilega góð, ég var ánægður með þessa spurningu, að þá vil ég kannski segja það á sama tíma og við sitjum hér og tölum það að háskólarnir séu í fjársvelti frá hinu opinbera, þá hljóta menn að fagna því að einkaaðilar og fyrirtæki vilji leggja háskólanum lið með því að styrkja það rannsóknarstarf sem að hér fer fram. Og ég sammála því að auðvitað þarf að vera gagnsæi í þessu og alls ekki þannig að einhvers konar skatta undanskot, þetta má ekki leiða til neins slíks. En þetta hlýtur að vera stór hluti framtíðar háskólaumhverfisins að við hvetjum og finnum leiðir til að hvetja fyrirtæki, ekki síst stærri fyrirtæki, til þess að vilja taka þátt í þessu. Þannig að það þarf að vera hvati í þessu kerfi öllu fyrir fyrirtæki og ég vona að við getum verið sammála um það. Varðandi síðan skólagjöldin, að þá finnst mér alltaf skrítið þegar að talað er á þeim forsendum að það séu engin skólagjöld.
Auðvitað starfsemi svona stofnunar eins og Háskóli Íslands fjármögnuð úr vasa almennings, einhver að borga. Þannig að við þurfum að vera svolítið raunsæ með það og það þarf að vera pólitísk ákvörðun og í rauninni lýðræðislega ákvörðun í hvað fara skattpeningar almennings. Og ef að staðreyndin sú að það lítil eftirspurn eftir tilteknu háskólanámi, þá verðum við að spurja hversu lengi höldum við því áfram. Ég segi þetta í framhaldi af spurningu Gauta, ég styð að sjálfsögðu það að það sé öflug íslensku deild, en hitt annað mál og það alvöru pólitísk spurning hvort að við eigum að vera að styrkja fólk til náms sem kemur hingað erlendis frá og fer eins og spurningi bendir til aftur beint úr landi, að það bara í sjálfu sér eitthvað sem að ég og minn flokkur myndum hvetja til að það verði kosið við erum lýðræðisflokkurinn, við hvetjum að svona málefni að væri vel hentug til þess að leyfa almenningi að kjósa Kannski bara að kjósa hér? Nei. Takk fyrir þessar góðu spurningar. Fyrst aðeins varðandi rannsóknarsjóðan og endurgreiðslu rannsóknar og þróunar, þá held ég að sé og tek undir með Degi við erum kannski ekki að endilega bera þetta saman. Þetta eru tvö kerfi sem við viljum standa vörð og það kom niðurskurður á alla samkeppnissjóði og endurgreiðslunar í núverandi fjárlagafrumvarpi vegna þess að við vorum að reyna að tryggja hér aðhaldssöm fjárlög sem ýta undir vaxtalækkanir. Og það tókst, en að samanskapi hefði ég miklu viljað sjá niðurskurð á öðrum sviðum af því að ég veit að þetta bæði fjárfesting til framtíðar. Bæði grunnrannsóknirnar, en ég hef líka mikla trú á endurgreiðslukerfi rannsóknar og þróunar. Það koma vissulega athugasemdir í OECD sem við erum að bregðast við, sumar eru búnar að bregðast við, aðrar erum við að vinna í ennþá, en þar kemur líka skýrt fram í þeirri skýrslu að þetta auðvitað að skila gríðarlegum tækifærum fyrir Ísland sama tíma. Og af því að fólk nefnir hér að við vitum ekki beint hvað við erum að fá út úr því kerfi, jú, við sjáum það auðvitað mjög skýrt að útflutningstekjur af hugverkaiðnaðinum hafa tvöfaldast á 5 árum, eru orðnar 300 milljarðar og á fyrri hluta þessa árs vöxturinn mestur í þessum útflutningsgeira, 17%, og þarna að verða til gríðarlega mörg ný og spennandi störf, sérstaklega störf fyrir háskólamenntaða, þannig að búa undir svona styrka stoð í kerfin okkar skiptir auðvitað öllu máli. Þannig að ég segi að þetta jafn mikilvægt, við þurfum að gera þetta vel. Ég lagði til sameiningar sjóða til þess að við getum minnkað yfirbygginguna og verndað þá fjármuni sem fara út eins og úr rannsóknarsjóði og tel að við getum bætt í en gert það líka innan kerfisins, en þetta fjárfesting til framtíðar og það algjörlega skýrt að við styðjum það. Síðan varðandi seinni spurninguna frumvarpið sem í samráðsgátt, að þá hér skýrt tekið fram frá rektor að við viljum norrænt kerfi. Og það voru ýmsar ákvarðanir sem við tókum í kringum reiknilíkanið að klára það og þegar ég velti fyrir mér því ég komin í ráðuneytið, af hverju þetta fjármögnunarlíkan ekki orðið klárt? Ég var í kosningabaráttu fyrst 2013 á háskólafundi og þetta var aðalmálið. Og ég var að velta fyrir mér af hverju værum ekki komið lengri í þessu, þá það auðvitað kannski það að þarf að taka mjög margar ákvarðanir sem ekkert endilega vinsælar. Og eitt af þeim var að gera ekki upp á milli einkarekins og opinberra skóla, sem gerir það að verkum það eru 2 skólar núna ekki með skólagjöld og við erum að tryggja aukin jafnræði nemenda og tækifæri fólks til náms sem gríðarlega mikilvægt. Annað síðan taka þessa ákvörðun sem öll Norðurlöndin hafa líka gert. Og af hverju fór frumvarpið núna í samráðsgátt? Það var bara tilbúið, samráðar af hennar góða, það kemur einhver nýr háskólaráðherra væntanlega og getur þá unnið úr, setta aftur í samráðsgátt, hætt við þetta eða eitthvað, það verður þá til aukið samráð og athugasemdir við frumvarpið. En ég verð að segja, þarna mjög skýrt að þetta ekki fyrir fólk sem býr hérna, þó það sé utan EES. Það eru undanþágur, ef þú ert í skiptinámi, þá ekki skólagjöld. Það ekki skólagjöld ef þú ert með alþjóðlega vernd hérna og dvalarleyfi, ef þú ert í dvalarleyfi að vinna hérna, þá á þetta ekki við þig eða þú ert giftur íslenskur ríkisborgara og hefur búið hérna í smá stund. Þannig að þarna um að ræða fólk sem kemur hér til náms og að ég tel skattfé okkar og fjármagni til háskólans ekki best varðið miðað við hvað við erum að sjá þróun á Norðurlöndunum og Norðurlöndin líka, þau sáu dropp í umsóknum en sáu síðan aftur aukningu í greinum sem þau óskuðu eftir að fá nemendur, sóttu þá og fengu þá aukið fjármagn með þeim til að standa enn betur af þeim greinum sem þau voru að nálgast þessa nemendur í og aukalega þá
jukum við dvalarleyfið í 3 ár fyrir nemendur sem koma hér utan EES og eru í íslensku háskólum sem var 6 mánuður áður og það skiptir öllu máli í samkeppnishæfni okkar til að laða að erlenda nemendur. Það er ekki norræn fjármögnun á háskóla. Nei, við erum að bæta það úr því og vinna hörðum höndum að því og þetta er einn af þeim liðum. Jæja, þá fær Vala loksins að taka til máls. Þeir eru frá þér í fyrsta sinn á þessum fundi. Já, ég þegar ég klæði Lilju, ég ímyndi eitthvað það bara, en við erum eiginlega allt sem hér hefur verið sagt svona kannski rauði þráðurinn í því að við erum tiltölulega sammála sérstaklega hvað varðar efnahagsrannsóknir og nýsköpun. Það er hægt að koma meira skikka á þetta með því að hafa kerfi gegnsærra og ég held að það sé bara eitthvað sem við getum breytt. Það er ekki eitthvað sem ætti að flækjast fyrir okkur. Að efla rannsókn og nýsköpun finnst allavega, það er okkar stefna að bara skipta sköpum. Og við sjáum líka hvernig það bara eflir nýsköpun út á landi og við horfum á auðvitað landi okkar sem eina heild að það er mjög mikilvægt að þessar rannsóknir eigi sér stað allstaðar, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu, þetta er líka bara vítt og breitt. Og hvað var þá spurningu 2, skólagjöldin, auðvitað þurfum við að horfa á þetta með skynsömum augum. Við viljum helst ekki að skólagjöldin sé að hindra það að fólk sé að sækja um nám. Við viljum að þetta sé aðgengilegt og að samanskapi þá þurfum við samt sem áður að átta okkur á því að við þurfum fjármögnun. Það er verið að vinna í því. Við þurfum að gefa í ef betur skal vera, en við viljum auðvitað fá nemendur hingað þannig að samkeppnin sé góð. Það er bara þetta. Takk fyrir. Það hefur slatti af fólki beðið orðið. Við sjáum það er möguleiki að við komumst ekki yfir ykkur öll. En við ætlum að gefa fulltrúa frá Landssambandi íslenskra stúdenta, ég var að fara íslenskra námskona, íslenskra stúdenta, næstu spurningu og við svöfnum örugglega 2-3 í salnum. Já, takk fyrir það. Lísa heiti ég, forseti LÍS. Mig langar að spyrja ykkur út í málið sem hvílir þyngst á stúdentum, sem menntasjóðsmálin og sérstaklega því að nú stendur yfir heildarendurskoðun á lögunum. Við höfum svolítið talað hvað stúdentar vinna mikið og við eigum ennþá Evrópumet í atvinnuþátttöku, yfir 70% okkar vinna samhliða námi. Við greiðum í atvinnuleysistryggingasjóð, eigum ekki rétt á atvinnuleysisbótum og Menntasjóður á að vera kerfið sem grípur okkur og er félagslegur jöfnunarsjóður með þessu nýja styrkja fyrirkomulagi. Námsstyrkurinn núna er 30% niðurfelling sem við vitum ekki hvort við fáum fyrir í lok náms og við stöndum frammi fyrir aukinni áhættu og óvissu endurgreiðslubyrði, lánakjör og vegna breytilegra vaxta í nýrra lána. Og svo er vaxtaálagið líka eitthvað sem við höfum mikið gagnrýnt. Það er einhvern veginn á okkar herðum að standa straum af vanskilum í sjóðunum. Og þessi breytilegu vextir éta upp niðurfellinguna, svo styrkur ríkisins er ekkert rosalega mikill styrkur þegar upp í staðið. Og ef við fáum ekki niðurfellinguna, þá er greiðslubyrðin 62% hærri cirka en í gamla námslánakerfinu. Og spurning mín er þá kannski fyrst og fremst bara, ætlið þið að gera námslánakerfið að eiginlegu styrkjakerfi og hvernig? Og finnst ykkur sanngjarnt að vaxtaálagið og vaxtaumhverfið sé eins og það eru núna? Og við ætlum að taka á næsta Ég ætla kannski aðeins að fylgja þessar spurningu rétt eftir því að við höfum miklar áhyggjur af kjörum námsmanna en við höfum líka áhyggjur kannski af kjörum okkar sem erum búin að læra og sjáum fram á að borga námslánin alla ævi. Þannig að nú voru námslánin einu lánin sem voru ekki leiðrétt og það eru bara mjög mörg í þeirri stöðu hér að þetta er 1 mánuður á ári sem fer á laununum okkar og við fáum ekki einu sinni að fá eftirlaun og hætta að borga því. Þannig að við, bara bíðum eftir degi og verðum með því þangað til. Aðeins vilja að heyra hvað finnst þetta svona í stærra samhengi og við erum hér líka með... Hún var ekki næst, hún Erna var... Alltaf þetta bara saman, Fletum. Já, fyrir já. Þannig að við erum hér líka með fulltrúa frá Fletum sem er félag doktorsnefnd og líkdoktora með Háskóla Íslands. Takk, það er kannski komið aðeins sem er ánum lífið og svoleiðis í vísindasamfélaginu. En það benda á náttúrulega líka með að þriðjungur doktorsnema á Háskóla Íslands sem starfsstyrk og af þeim styrk þá oftast veittur styrkur til cirka 30 ára, námið tekur 1,8
talsvert lengri tíma. Og þessi styrkur dekkar ekki fullvægi samkvæmt launatöflum sem er kjarasamningur. Flestir þurfa að vinna með nám, þessi styrkur að bara mæta þessu. Það var ekki klára og það getur miklu meira klára. Og þetta er raunverulegur aðgerðisflótti sem þau eru nú þegar búin að fjárfesta talsvert í nemendur sem hafa læst lengi og munu líkast sjá sem er að fara bara til annar landa, hvort sem það er einmitt í doktorsnámi eitthvað annar, sem Norðurlöndum eða bara eitthvað annað. Og svo hittur eins og ég sá hérna, við veitum framtíðin okkar ekkert sérstaklega björt út og ekkert sérstaklega pennandi að fá að heyra frá einhver. Með okkar bara svona að heyra, hvað ætlir þið svona konkrétt að heyra til þess að sjá til þessi sem verður samkjöfnist, til þess að fólk sjá sér að því að búa hérna og klára námið og vilja vinna hérna og vilja að stuðla þekkingarsköpun í íslensku samfélagi. Næsti spyrjandi tökum spurningu frá Ernu. Já, takk. Silvi líka. Erna Valsdóttir ég er dósent í læknadeild og ég er stjórnarformaður Lífvísindasetur sem er svona regnhlífarsamtök rannsakenda í lífvísindum á Íslandi. Þannig að við erum með, við erum með svona spekiklegar hverja ára sem eru framhaldsnemendur sem að mæta og eru með svona sósíali viðbörn. Og það eru svona 80 manns sem ég er raun og veru til með að vera fulltrúi hérna í dag. Þetta eru framhaldsnemar, meistarnemar og mikið doktorsnemum og nýdoktorar sem eru að vinna með okkur og við frábæru starfi. En ég finn bara núna, og þetta er algjörlega beinir þegar spurningum áðan, það er ótrúlega desperation og ég verð bara að nota svona sterkt orð. Það verður 14% árangurshlutfall úr rannsóknarsjóði núna í janúar. Ég er búin að fá gögn fyrir rannsókn sóknarþungan. Við erum með sama árangurshlutfall í erfiðustu rannsóknaráætlunum Evrópu. Rannsóknarsjóður Vísinda og nýsköpunarráðs, hann fer fyrst og fremst í að fjármagna rannsóknir okkar hæfileikaríkasta unga fólks. Þetta fer í að fjármagna laun og efnivið til doktorsrannsóknar. Það vantar 7 milljarðar í rannsóknarsjóð, eða í samkeppnissjóðana, rannsóknarsjóð og tækniþróunarsjóð, bara til þess að það verði eins og það voru þegar fyrsta skrefið var tekið í að auka fjármagn í sjóðina 2016, þegar ríkisstjórnin sem skrúaði fyrst fyrir eftir hrun ákvað að hafa verið rétt að hafa ætlað að auka fjármagnið. Síðan þá hefur orðið rýrnun. COVID-viðbótin var raun og veru bara leiðrétting á raunfjármögnun sjóðana sem er samt lág og þannig að mér langar bara til að taka undir þessu spurningu og bara spyrja hvort að þið skiljið raun og veru hversu brýnt þetta er fyrir þekkingarsamfélagið í Íslandi að styðja við þetta unga vísindafólk sem er ekki bara að fara að koma og verða prófessor á Háskóla Íslands, heldur munu vinna hérna í fyrirtækjum eins og Alvotech, eins og bara öllum CCP og svo framvegis þetta okkar dýrmætasta starfsfólk í þekkingarsamfélagi. Þannig að mér langar bara til þess að heyra hvort í raun og veru skiljið. Það er rosalega, ég er búin að sitja hérna hverja kosningar eftir aðrar 12 ár og ég er alltaf búin að heyra sömu ræðuna. Þannig að bara, já, fyrir. Takk Erna, þetta var gott. Já, það eru nokkrir aðrir á endan, en ég heldur tökum þessar 3 spurningar saman. Það lúta allar að ungu fræðafólki og námsmönnum. Ég vil nú segja að Erna var hérna boðberi válegra tíðinda. Ég hafði ekki heyrt að þessu 14% árangurshlutfalli, það væri nú smá sláandi. En við skulum endilega, og nú ætlum við að eigum við ekki aðeins að hrista upp í þessu og byrja, nei, við byrjum bara hérna á Það er bara aftur og tilbaka, já, þið erum náttúrulega sjálf mig, ég þarf ekki að gefa ykkur fyrir. Nei, við fengið þetta og byrja okkur að adressa þetta með námslána, ætlið að gera námslánakerfi eiginlegu námsstyrkakerfi og svo svona hvað ætlið það konkrét að gera til þess að Ísland verði samkeppnishæft fyrir þetta unga vísinda fólk þar sem að, já, framtíðin er nú ekki björt út frá fjárhagslegu sjónarmiðum. Sko, á þess að fara tíunda það sem að hefur verið gert, þá vil ég bara fá að segja hér í fáum orðum hvað Lísa var að spyrja Ég myndi segja í bæði kjarabaráttunni, ekki bara fyrir það að við séum að reyna að bæta hér kaupmátt, þetta í kjarabaráttu, að þá alveg krúsíalt
að námslánakerfi verði breytist. Við þurfum að fá þess að styrkja herra, það er búið að breytast núna hvað, 43% er ekki búið að raungerast. Það þarf að hækka viðmið að okkar mati þarf líka sveigjanleiki að vera meiri, að námsmenn eru náttúrulega jafn fjölbreyttir og þeir eru margir, er fólk með einhverja sögu, er veikindi, barneignir, einhvers konar áföll, eitthvað, þannig að þú getur verið innan einhverja marka og fengið sveigjanleika. Af því að við alveg svo þegar það svona fáir doktorsnemar sem að komast á styrk, að þá eðlilega tekur það lengra tíma að klára sitt nám og þá þarf lífkerfið að geta greipið þessi námsmenn. Og þetta er bara algjörlega krúsíal. Ég hef verið þarna sjálf og ekki þegar það skiptir neinu máli, það er svo mikilvægt að átta sig á stöðunni. Lín fyrir mér er eitthvað tæki sem að við stjórnmálamenn eða stjórnmálamenn sem að munu gegna eitthvað til næstu 4 árin þurfa að endurskilgreina af því þetta bara skiptir sköpum. Varðandi það sem að Erna var að segja, að þá er þetta náttúrulega bara algjörlega, hvað var að segja, potturum að plana með því hvernig við ætlum að halda á okkar fræðmönnum og hlúa á okkar fræðmönnum í framtíðinni. Við erum með alveg frábær fyrirtæki á Íslandi. Sum eru bara algjörlega sjálfsprottin, önnur eru náttúrulega styrkt erlendis frá og innlendis frá og þú ert að tala um eins og Alvotech, Alvogen eða CCP eða Íslenska erfðagreiningu eða FIR og hvað það er. Þetta þurfum við að hlúa að okkar fræðimönnum. Hvernig þurfum við að gera það? Jú, við þurfum að setja miklu meira fjármagn. Hvað ætlum við að fá það? Peningarnir detta ekki í himnum fyrir að gera rafmagn eða hvað það er. Við þurfum að efla verðmætasköpun. Og það er bara niðurstaðan í þessu. Allavega hvað okkur í Framsóknar. Takk fyrir því fljótt. Bara vil hvetja ykkur til að vera stuttar svo við komumst ekki gegn svona spurningar. Já, takk fyrir. Fyrst varðandi Menntasjóðinn, þá var þetta farið í heildarendurskoðun á síðasta kjörtímabili og undan þessu sem er að klárast núna í samvinnu við stúdenta og allir flokkar samþykktu heildar ný lög sem vonir stóðu til að myndi breyta, var tekið svona stórt skref í átt að styrkja kerfinu að norrænni fyrirmynd, en það var svona farið einhvern veginn svona hálfa leið. Þegar ég tek við í ráðuneytinu að þá er svona valla komin reynsla á lögin, það kom svona á fyrstu árunum og svo reynsla reyndist bara mjög slæm og eiginlega svo slæm að ég hélt að ég geti farið að lagfæra aðeins lögin og breyta þeim aðeins og bregðast við svona því sem reynslunni sem hefur verið komin á þau, að þetta voru ný heildarlög unnin í 4 ár og svo framvegis, en niðurstaðan var eiginlega svo það þurfti aftur heildar ný lög. Þau væri bara ekki að ná markmiði sínu að tryggja félagsleg tækifæri og vera sjóðurinn sem jafnar tækifæri fólks til menntunar og þá erum við að bregðast námsmönnum. Og svo vinna stendur yfir og það var forgangsmál að koma með slíka breytingu inn í þingið og það eru öll gögn tilbúin til þess að taka breytingar og vinna með námsmönnum og öðrum til þess að vinna þessar breytingar. Það sem er brýnast þar er vaxtamálin, af því að þarna var tekin ákvörðun sem var einhvern veginn tekin kannski í umhverfi lágra vaxta og ekki hugsa alveg til enda hvaða áhrif það hefði. Af því ég hef mestar áhyggjur af þeim sem eru að útskrifast úr þessu kerfi eða útskrifast á því úr hluta og líka með annan lán. Og hvað þarf að gera? Það þarf að fara miklu lengra í að vera norrænt kerfi. Við þurfum að hafa aukið sveigjanleika gagnvart styrkjum sem ég nú þegar aðeins búin að gera með frumvarpi í vor til að bregðast við því fyrsta. Og síðan þarf líka að tryggja það að vaxtaálagið sé ekki jafn mikið og raun ber vitni eftirnám og þú getur borgað einu lán í einu, svo ég taki ykkur dæmi þá vinnu sem stóð yfir. Síðan bara þakka ég ábendingarnar og vangavelturnar gagnvart rannsóknarsjóð og doktorsnemum og ég bara tek undir. Við settum inn í reiknilíkanið þetta mjög skýran rannsóknar hluta og vonir standa til að hann geti stækkað upp í 20% og það sé þá með auknu fjármagni til háskóla sem færi gegnum fjármagnarlíkanið að þá getum við stutt betur við doktorsnema. En ég hef líka óskað eftir því að þessi leiðrétt fyrir launum af því að það er kannski smá misskilningur gagnvart rannsóknarsjóði, hann er ekki alveg eins og aðrir sjóðir, heldur þetta launagreiðslur. Og það er kannski það sem þarf að skoða að það er ekki hægt að bera það alveg saman við sjóði sem eru að veita styrk fyrir eitthvað verkefni eins og rannsóknarsjóður, af því að rannsóknarsjóður er beinlínis fyrir ígildi starfa. Þannig að ég held að það þurfi í fyrsta lagi að passa að framtíðar rannsóknarsjóður
sé leiðandi fyrir launum og að við getum forgangsraðað fjármunum í hann og samkeppnishæft umhverfi ungs fólks kemur með bæði með auknu fjármagni en líka með auknum árangri, auknum verðmætasköpun, fleiri störfum, fleiri stoðum í hagkerfinu okkar og meira spennandi Íslandi sem ég tel ekki fremst felast í því að fjárfesta í nýsköpun, rannsóknum og þróun í menntakerfinu okkar og held að við getum fengið gríðarleg tækifæri fyrir ungt fólk og erum auðvitað samkeppnislega mörguleiti þó þurfum að gera betur. Já, bara hvet ykkur til að við höfum 6 mínútur eftir að þessum fundi, hvet ykkur til að vera stuttar og kannski eðlilegt afsluðið það lagi mikið á hjartaði þessu svari. Já, bara eins stutt og ég mögulega get. Ég skil vel þessar spurningar, þakka fyrir þær. Ég skil líka þreytu þeirra sem spurja, hafandi heyrt sömu ræðurnar aftur og aftur. Og það auðvelt fyrir stjórnmálamenn að koma á svona fundi og lofa öllu fögru. Ég held hins vegar hinn blákaldi veruleiki sá að þetta kemur allt úr einum og sama pottinu og það þarf að forgangsraða. Og ég á þeirri skoðun að það þurfum við að búa til heildstæða menntastefnu eins og til dæmis þjóðverðir gera, þar sem að fólki beinlínis bara beint í nám eftir því hvar hæfileikar að liggja og eftir því hvar samfélagsleg þörf Og ég vil segja að það sjálfsagt að skoða það og ég vil þakka fyrir spurningunum frá Lís að lánakerfi breytt í styrkjakerfi en það verður þá að vera á þeim sviðum þar sem að raunveruleg þörf fyrir og eftirspurn eftir fólki, styrkja fólk til slíks náms og það kallar hins vegar á alvöru greiningu af hálfu stjórnvalda í samvinnu við háskólafólk og atvinnulíf. Já, til að reyna að vera stuttorður, ástæðan fyrir því að sama ræðan haldin aftur og aftur hverjum kjörtímabili bara einmitt eins og Arnar kannski kom inn á. Það verið að eiga við takmörku gæði og ráðstafa þeim á grundvelli forgangs og það bara því miður hlutverk stjórnmálamanna að gera það. Og það vantar ekki langanetta til þess að vinna með í raun og veru öllum áliti sem hér hafa verið rædd. En af því að varðar spurningarnar, menntasjóður vissulega með göfug markmið félagsleg tækifæri í jafnan aðgang að námi og svo framvegis. Það var ekki ágætlega áðan að það hafa komið upp ákveðnir ágallar við þessa viðleitni og lögin og þau eru náttúrulega í einhvers konar bataferli ef við má orða það þannig. Hins vegar vil ég almennt segja varðandi og í samhengi við viðflokkin að þá erum við auðvitað algjörlega við þeim markmiðum sem menntasjóður lítur umfram þann kostnað sem að býr á láninu. Það er að segja í raun og veru á ríkið ekki að fá annað og meira heldur en það bara vera 0, það bara sjálfstæð sjóður. Eigum að fara á lista? Já, ég held við verðum til að leita allir maður. Gjör svo vel, skoðum til. Ég var þegar bara rosalega góð að ég kæmist það. En bara kæra þakki fyrir góða spurningar. Í fyrsta lagi varðandi menntasjóðinn og það kerfi allt saman, þá algjör grundvallaratriði að nám vinna. Og við höfum alltaf að hafa það í huga þegar við erum með þetta kerfi að geta nálgast þetta út frá því. Og námslánakerfið á að vera jöfnunarkerfi. Það algjört grundvallaratriði. Til dæmis held ég að við ættum að breyta áherslum. Ég búinn að vera hálunarmaður í 7 ár. Ég búinn að borga upp námslánin. Fólk sem með 600–800 krónur á mánuði, þá þarf alltaf að bæta þessum auka á mánuði. Reynum að nota peningana sem að fara í þessa afslætti frekar til fólk sem með lægri laun. En almennt, já, námsstuðningskerfi, frekar heldur en námslánakerfi, við ættum líka að skoða að fella niður eða minnka niður í mjög lága prósentu vaxta hlutfalli og við höfum að fella námslán niður við ellilífeyristöku eða þegar fólk missir vinnuna og getur ekki lengur unnið og fer á örorku. Auðvitað þeim skilyrðum uppfylltum og þú sért ekki í námi 66 ára eða eitthvað slíkt skil. Það þarf að vera innan einhverja marka. Þetta erum við að gera. Og hvers vegna náði leiðréttingin á sínum tíma ekki til námslána? Hvers vegna fólk sem að fór bæði í gegnum hrunið 2008 og síðan verðbólgukurvin núna, hvers vegna það ennþá að sitja þá uppi með miklu hærri námslán heldur en annars hefði verið. Þarna hægt að ráðast í einskiptis aðgerð til að reyna að bæta hlut þessa fólks
að einhverju leyti sem að myndi líka vera jákvæður hvati fyrir þennan launahóp sem að ekki láglaunafólk heldur millitekjufólk. Síðan aðeins varðandi mjög stutt. Mjög rosalega stutt. Ég bara Erna, ég veit út farin en henni að skila til hennar, góð vísa er aldrei óðu kveðin, þetta er mjög flott ræða. Við verðum að forgangsraða á næsta kjörtímabili inn í þennan málaflokka mínu mati. Ég ætla bara að segja ykkur að það er hægt að forgangsraða. Við forgangsröðum 18 milljörðum í örorkulífeyriskerfið á síðasta kjörtímabili. Eitthvað sem ég gríðarlega stoltur af að við höfum gert, sem hefur skiptað miklu máli, þess vegna segja það, við getum alveg leyft menntakerfinu að vera næst í rauninni. Dagur. Já, takk fyrir. Eins og ég sagði í inngangsorðum mínum að þá er í raun þessi staðvarandi menntasjóð miklu alvarlegri heldur en ég hafði gert mig grein fyrir og hef þó fylgst mjög vel með þessu í gegnum árin. Ég sá í lífskjararannsókn BHM að það eru orðin núna 42% háskólafólks sem að telja námslánin vera verulega íþyngjandi og það hefur þróast úr 32% bara á 2 árum. Það þarf í raun ekkert að segja meira. Ég tek eftir því að, og ég fagnaði í raun, að það er allir svona sammálum að þurfa að taka þetta til heildarendurskoðun, en ég hef ekki séð einhverja heildstæða úttekt á því hvernig þessari tiltölulega nýju löggjöf hefur mistekist að ná meginmarkmiði sínu. Og þannig að ég held því miður að það sé margt óunnið í þessu. Viljum við breyta því? Já. Við vorum með nefndarálit í sumar hjá Samfylkingunni þar sem ákveðnar úrbætur eru nefndar, en ég held að við þurfum að taka upp svona stóru skófluna og gera þetta svolítið almennilega, svolítið eins og þegar Lánasjóður íslenskra námsmanna var stofnaður. Varðandi rannsóknarsjóð að þá eru þetta sláandi tölur og líka staða doktorsnema og þetta eru stór verkefni. Þegar við lögum fram tillögur að tvöfalda þessa rannsóknarsjóðu sínum tíma, þá var það með fjármögnun. Við vorum að hugsa það að í raun auðlindirnar og þeir atvinnuvegir myndu leggja til rannsókna og annarra þáttar sem myndu skapa langtíma hagvöxt hérna. Svo var ákveðið að kippa auðlindagjöldum aftur niður og ég held að eina ábyrga leiðin sé að fara inn í þetta og sækja peninga inn í auðlindarettuna og leggja þannig grunna nýrri framtíð sem byggi á menntun, byggi á rannsóknum og vegna þess að þetta er leiðin til að skapa hérna lífskjör fyrir okkur öll og það held ég að sé sameiginlegt markmið. Takk Dagur og 2 eftir og áður við 3. Já, ég sé ekki svona langt. Þannig, það var bara óskikja. Og ég vek athygli ykkur á til klukkan 1:06 og við byrja að missa fundarfólk, þannig að því miður þá er ósanngjarnt að vera síðastur en ég bið ykkur að vera mjög stöð. Reyna að vera afstöð. Byrja númer 2, rannsóknarsjóðin, það er bara einfalt að taka hluta af þessum áskriftum af almannafé sem hefur verið að gera gegnum við fyrirtækja afslætti og doktorsnemar eiga að vera á launum, punktur. Ef þeir eru samþykktir í doktorsnám þá eiga að vera á launum. Varðandi menntasjóð, að kerfið hefur breyst mikið síðan ég var í stjórn Lánasjóðsins fyrir hönd SHÍ og þá lögðum við samt miklu áherslu á það að nám væri vinna og við vildum háa framfærslu viðmið en vera með tekjuskerðingar á móti. Þannig að við reyna að vera með hvata fyrir námsmenn að vera að vinna ekki með skóla. Því miður hefur þróunin orðið slæm og farið í ranga átt síðan þá. Við verðum að færa okkur yfir í einhvers konar styrkjakerfi og kerfi sem að íþyngir ekki námsmönnum með skuldahalan á bakinu. Takk fyrir. Nú, þetta nær. Takk fyrir. Eldsnöggt, þetta með rannsóknarsjóðina og þessi spurning skiljið sem brýnt þetta er fyrir unga vísindafólki okkar, þekkingarsamfélagið, svarið er við eigum að minnsta hvort að skilja það. Þannig að eins og við erum búin að fara yfir hérna, það eru bara rannsóknar og gögn sem sýna það og það þarf að forgangsraða þessa átt. Varðandi síðan menntasjóðin. Aðstæðna viðreisnar, við viljum aukandi átt til styrkja, við viljum gefa fólki færi á að fá styrkina án þess að taka lánin á móti, þetta verði eitthvað svona blanda kerfi, en fyrst og fremst, þá er það þannig, og ég ætla að fá að segja sem hagfræðingur þá ég til að segja að það falla öll vötn í sömu átt, og það er efnahags og það er hagstjórnin, og það er vextirnir. Við munum ekkert ná tökum á þessu, þetta kerfi var sett upp í lágvaxta umhverfi hérna.
Það ekkert lágvaxta umhverfi til framtíðar á Íslandi með krónuna. Það bara þannig, það fullreynt frá lýðveldisstofnuninni. En það þannig að, ég veit ekki eiginlega hvað ég á að halda áfram, það ekki hægt á sama tíma við erum að sjá nýjustu rannsóknir sem sýna að það að skilja á milli kaupmáttar unga fólksins okkar og eldri kynslóða. Það bara bókstaflega að skilja á milli og við setjum unga fólkið eftir ekki bara með húsnæðislánin á vextina, heldur núna með námslánin. Þetta bara galið. Þetta á að vera eina forgangsmál okkar í næstu ríkisstjórn að koma að lögum á þetta, af því allt annað hljómveitt samanborið við þetta raunverulega. Takk fyrir. Já, tökum við hratt á þessu. Úthlutunarhlutfalli sem að Erna spurðum vantar 7 milljarða. Já, komið það. Úthlutunarhlutfalli sem að Erna talaði hérna vantar 7 milljarða. Bendaði á þann að það er búið að minnka sem 6 milljarða í háskólastigið, þannig að bara smá samhengi hvað það var. Ég var með fyrirspurn eða beðið skýrslu til ráðherra leiðréttinguna á námslánum, svona spurt hérna, og árið 2008 að þá var henni hækkuðu námslánum 6,8 milljarða umfram meðalverðbólgu og 2009 7,7 milljarða. Þetta verðbólgu áhrif hrunsins á námslán sem voru ekki leiðrétt, heldur voru leiðrétt húsnæðislán fólks sem hélt húsnæðinu sínu, en ekki húsnæðislán þeirra sem mistu allt húsnæði sitt eða námslán sem líka voru verðtryggð. Þannig að þetta eitthvað sem ég tel vera ákveðið sanngirnismál að skoða vel og reyna einhvern veginn að ganga í. Varðandi atvinnuleysisbætur námsmanna, Píratar lögðu til að þær yrðu að sjálfsögðu veittar námsmönnum af því að þetta eru réttindi sem hefur verið að greiða með tryggingagjaldinu. Þá áttu að hafa atvinnuleysis réttin alltaf og tengina þar bakvið. Breytilegi vextir lána eru bara djöfull í hekkarinu. Það er bara fáránlegt að það sé hægt að breyta vöxtum eftir á einhverjum samningum. Það bara á ekki að vera til. Síðan þetta hvernig ætlum við að fjármagna í meira styrkjakerfi heldur en lánakerfi og það er einmitt eins og ég sagði áðan varðandi útgreiðslu persónuafsláttar. Það rauninni grunnurinn þá sem allir námsmenn geta byrjað á áður en þeir tekja fisklán og svo erum við að stefna í hækka persónuafsláttir. Þau eru bara borgarlaun muniði, þau eru. Og svo lokum hérna samkeppnishæft land. Já. Það er alltaf löng spurning svar til þess að fara yfir allt hérna en það er basically þetta. Glæsilegt. Sigrún ætlar áður endur fundir ætlar Sigrún að segja 1-2 orð og svo. Já, bara mjög langar að þakka ykkur kærlega fyrir að vera hér og bara frábær svör og umræður og ég veit að við komumst ekki til allra og mér finnst það bara mjög leiðilegt þess að örugglega geta verið hér í allan dag að spjalla og ég bara vonaði takið þetta með ykkur að leggja áherslu á háskólann á næstu dögum og sérstaklega þá næstu 4 ár sem að komast í þingboði í ríkisstjórn þannig að allavega svörin ykkar eru mjög uppbyggileg og lofandi þannig að það er svona fyrsta skrefið, svo viljum við bara sjá þau gerast. Það ennþá veikingar fyrir framann þannig að ef þið eru með einhverjar örfá mínútur viðbót þá endur að grípa upp úr kaffi eða eitthvað slíkt sem þar en bara takk kærlega öll sem að komi hér og mér þykir mjög leiðilegt að ekki komast til alltaf spurninga en við verðum heldur bara að hætta núna. Takk fyrir. Ég er bara félag til ykkur á skrifstofu.